Ég sett á 93. fund bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar miðvikudaginn 15. júlí 2006 klukkan 17:30 og býði fundarmenn velkomna. Fundurinn boðaður í samræmi við 9. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar nr. 488/2006. Gerir eitthvað athugasemdir við fundarboðið? Ef ekki þá telst fundurinn lögmætur. Mætt eru Svavar Gretarsson, Bergný Jóna Sævarsdóttir, Egill Rúnar Sigurðsson, Haraldur Helgason, Anton Kristinn Guðmundsson, Magnús Sigfús Magnússon, Daði Bergþórsson, Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir Hædd og Haukur Andrésson. Árni Gísli Árnason, starfandi bæjarstjóri, situr hjá okkur og Jóna Kristín Sigurjónsdóttir, skjal- og geðastjóri, ritar fundinn. Og þá fyrsta mál á dagskrá. Það ráðning bæjarstjóra Suðurnesjabæjar og ráðning nýs bæjarstjóra Alexandru Jónsdóttur samanber 54. grein sveitarstjórnarlaga og 49. og 50. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar í samræmi við fyrirliggjandi ráðningarsamning. Eins og bæjarfulltrúum kunnugt og þá samþykktu við samhliða að taka tilboði Intellekta ráðningarferli bæjarstjóra á síðasta fundi bæjarstjórnar. Nú því ferli lokið og allir bæjarstjórn hefur meðal annars verið kynnt ráðningarferli kynningafund með Intellekta sem fór fram föstudaginn 27. júní síðastliðinn. Til upplýsingar þá voru 26 umsóknir sem bárust og 2 voru dregnar tilbaka. 4 einstaklingum var boðið í fyrsta viðtal að því loknu voru 2 sem fengu að fara í seinna viðtal sem leiddi til ráðningar Alexandru Jónsdóttur. Við viljum þakka öllum þeim sem sýndu stöðunni áhuga og óskum þeim velfarnaðar. Og ég vil bera þetta mál upp til atkvæðagreiðslu. Hver eru þessu sammála? Áhuga ekki laust? Já, eitthvað sem vil taka til máls, afsaka þetta. Ágæti forseti. Ég langar nú að koma aðeins á máli hérna varðandi ferlið og einn samningin. Ég með spurningu sem að þið geti kannski svara mér þegar ég kíkja yfir ráðningarsamning. Það í 5. grein, það talað sveitarfélagið leigi búsetu leigi húsnæði fyrir búsetu bæjarstjóra og valið frjálst. Ég svona velti fyrir mig hvort að sveitarfélagið eigi eign til þess að leigja viðkomandi bæjarstjóra. Þið kannski svarið því við tækifæri. Annars langar mér að leggja fram bókun minnihluta í þessu máli og með leyfi forseta langar mér að lesa hann. Samkvæmt 49. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar og fundarskap bæjarstjórnar ræður bæjarstjóra til að annast framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar og verkefni sveitarfélagsins. Það vekur því vonbrigði að ráðning bæjarstjóra fyrir kjörtímabilið 2026-2030 hafi farið fram án raunverulegs samráðs við minnihluta bæjarstjórnar og án þess að honum sé tryggð eðlileg aðkoma að jafn mikilvægu ákvarðanaferli. Það að ræða ráðningu æðsta stjórnandi sveitarfélagsins sem hefði mátt ætla að áherslur samstarf, gagnsæi og samstöðu næðu einnig til framkvæmdarinnar. Bæði D-listinn og S-listinn hafa ítrekað lýst því yfir að þau vilja byggja störf bæjarstjórnar á samstöðu. Á óformlegum fundi oddvita fyrir fyrsta fund nýrrar bæjarstjórnar var sérstaklega rætt mikilvægi gagnsæis og þess að minnihlutinn fengi virka aðkomu að ráðningarferli nýs bæjarstjóra. Það því miður að sjá að þau fyrirheit endurspeglast ekki í framkvæmd. Það sem sagt var í upphafi kjörtímabilis samræmist ekki þeirri stjórnsýslu sem síðan tók við. Við gerum okkur fulla grein fyrir því að meirihlutinn hefur umboð til að ráða bæjarstjóra. Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að hægt að nýta það umboð með ólíkum hætti. Þegar meirihlutinn kýs að útiloka minnihluta frá raunverulegri þátttöku í jafn mikilvægu ferli erfitt að tala samráð og samstöðu sem leiðarljós í stjórnun sveitarfélagsins. Traust byggist á verkum en ekki yfirlýsingum. Gegnum allt ráðningarferli þurfti minnihlutinn ítrekað að óska eftir upplýsingum framvindu málsins.
Það var ekki fyrir á upplýsingafundi með ráðningarskrifstofunni föstudaginn 27. júní sem okkur var greint á því að 2 umsækjendur stæðu eftir í ferlinu. Það kom jafnframt fram að þeir ættu að vinna verkefni þar sem meðal annars var lagt mat á hugmyndi þeirra hvernig efla mætti samheldni, sátt og þá tilfinningu bæjarbúa að þeir væru hluti af sameiginlegu sveitarfélagi. Það er umhugsunarvert að á sama tíma og slíkar kröfur eru gerðar til umsækjenda var ekki lögð sambærileg áhersla á að skapa samstöðu og traust með kjörna fulltrúa bæjarstjórnar. Í reynd hafði minnihlutinn engar raunhæfar forsendur til að taka upplýsta afstöðu í ráðningunni. Okkur var hvorki veitt raunverulega aðkoma að matsferlinu né tækifæri til að kynna okkur þá umsækjenda sem eftir stóðu með sambærilegum hætti og meirihluta. Því var okkur gert að taka afstöðu til ráðningar án þess að búa yfir sömu upplýsingar eða forsendur og þeir bæjarfulltrúar sem leiddu ferlið. Slík vinnubrögð samræmast hvorki þeim sjónarmiðum gagnsæi eða samráð sem lýst var yfir í upphafi kjörtímabilsins né þeirri ábyrgð sem allir kjörnir fulltrúar bera gagnvart íbúum sveitarfélags. 4 bæjarfulltrúar minnihlutans höfðu því enga aðkomu að ráðningarferlinu. Ráðning bæjarstjóra er ákvörðun sem hefur áhrif á allt sveitarfélagið og því eðlilegt að kjörnir fulltrúar hafi raunhæfa aðkomu að ferlinu jafnvel þótt meirihluti taki endanlega ákvörðun. Af þeim sökum getum við ekki greitt atkvæði með ráðningu nýs bæjarstjóra. Sú afstaða beinist ekki að umsækjendum sjálfur heldur því ráðningaferli sem meirihlutinn kaus að viðhafa. Þegar kjörnum fulltrúum eru ekki veittar raunhæfar forsendur til að leggja faglegt mat á ráðningu geta þeir ekki borið ábyrgð á niðurstöðunni. Það teljum við ekki vera góða stjórnsýslu né traustan grunn fyrir samstarf á nýju kjörtímabili. Þrátt fyrir það viljum við bjóða Alexöndru Jóhannsdóttur hjartanlega velkomna til starfa sem bæjarstjóra Suðurnesjabæjar og óskum henni velferðar í starfi. Jafnframt óskum við henni og fjölskyldu hennar farsælar í nýju samfélagi. Við munum áfram leggja áherslu á fagleg vinnubrögð, opna stjórnsýslu og málefnalegt samstarf í þágu Suðurnesjabæjar og íbúa þeirra. Við bindum vonir við að samstarfi nýja bæjarstjóra verði farsælt, byggt á gagnkvæmni, virðingu, trausti og verði sveitarfélaginu til heilla. Undir þetta skrifar fulltrúar minnihlutans í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Daði. Eru fleiri sem vilja kveðja sér til hljóðs? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já. Það með ferlið á þessu, svolítið sérstakt, að aðkoma skuli ekki vera með nokkrum hætti við minnihluta. Það er svona í flestum tilfellum þar sem maður þekkir til, að þá er allavega, þá gefur minnihlutin að honum er boðið að koma á síðustu metrunum, allavega. En okkur var aðeins kynnt þetta á föstudeginum og það er afskaplega ömurlegt til þess að vita að þegar að búið er að ráða og taka ákvörðun það að menn skuli frétta það í víkufréttum og þurfa að lesa í víkufréttum sem bæjarfulltrúi Suðurnesjabæjar að það skuli bara búið að ráða bæjarstjóra. Það er afskaplega ömurleg tilhugsun og maður er spurður að þessu og maður er ekki hugmynd það fyrir maður að lesa í víkufréttum. Þetta er svolítið sérstakur ferill og auðvitað ræður minnihlutinn hvernig hann meðhöndlar málin og ef að þetta er það val sem þeir að velja sér til samstarfs við minnihlutann þá er þetta alltaf val það hvernig menn ætla að vinna þetta og að mínu mati er þetta bara meirihlutanum til vansa. En ég ætla nú ekki að
tönglast við það mikið, en ég kíkti í samninginn á þessu daði og mér finnst svolítið sérstakt þegar sveitafélagið á sérstaklega innréttaði íbúð sem bæjarstjóra íbúð að það henni skuli ekki bara vera skokkuð íbúð. Man nær ekki þessu, þess vegna hlýtur maður að gera kröfu í það að fá svar við því á hvaða forsendum það ekki gert. Það hlýtur að vera einhver skýring á þessu og einhver rök fyrir þessu. Þannig að ég óska bara eftir þeim rökum. Þetta stingur maður svolítið mikið í stúf miðað við það sem er. Þannig að ég óska bara eftir svörum allavega við þessum þætti. Og mér þætti ekkert leiðilegt þó maður fengi eins líka svona afstöðu meirihlutans vegna hvers svona málsmeðferð í gangi. Að minnihlutin fá ekki aðkomi að þessu hlutum. Takk fyrir það, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveðja sér til ljós? Svavar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætt bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að byrja á því að svar sem að við fengum þó nokkuð oft þegar var verið að ræða þetta í upphafi var þið eruð að ráða ykkur bæjarstjóra. Þannig að ef að upplifunin er þessi að þetta sé svona, þá er það rétt og þú veist, þið hefur bara réttmæta skoðun á því og þá tökum við það til okkar og reynum að vinna það á heilbrigðari hátt. Varðandi það að þú fréttir þetta á Víkurfréttum, Maggi, það voru báðir oddvitar minnihluta voru upplýstir áður en þetta fór í fréttir. Þannig að það var einhver Facebook-frétt þarna sem að koma undan þessu sem enginn vissi að væri að koma. Þannig að það var þannig. Og, en varðandi búsetu þáttinn, þá er það bara ósk frá nýjum bæjarstjóra að fá að hafa val búsetu og við því var bara ákveðið að verða og þetta er í rauninni bara þáttur sem kemur út á nákvæmlega sama máta. Hin íbúðin fer þá bara í önnur verkefni og það er bara þess vegna sem þetta er að gerast. Og mér fannst ekkert eðlilegra eða ekkert óeðlilegt við það í rauninni að við séum að fara þessa leið í málunum að bæjarstjóri hafi val búsetu svo lengi sem búsetan er innan Suðurnesjabæjar. Þannig og hvað var þar fjárhagsþáttinn gagnvart Suðurnesjabæjarmálinu þá er hann ekki neitt meiri þó þessi lesi farin. Takk. Takk fyrir þetta, Svavar. Eru fleiri sem vilja kveðja sér til ljós? Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil taka undir þá orðræðu sem hefur komið hérna fram frá bæjarfulltrúa Miðflokksins og einnig honum Magnúsi sem er með mér í B-listanum. Að þessi vinnubrögð eru í sjálfu sér vonbrigði og kannski gefa svona svolítið tóninn fyrir þau vinnubrögð sem að meirihlutinn ætlar að viðhafa á þessu kjörtímabili. Það er allt í góð með það. En varðandi þessa þætti sem að snúa að upplýsingaflæðinu sem að hlýtur á okkur kjörnum fulltrúum að þá var það þannig að vissulega rétt eins og formaður bæjarráðs nefnir að forseti bæjarstjórnar hringir í okkur, allavega hringir í mig hálfum sólarhring áður en að þetta fer í loftið í fjölmiðla en hann tók það í rauninni ekki fram í sínum samtölum að það ætti að upplýsa aðra bæjarfulltrúa. Hann sagðist vera að hringja í aðra, þannig að ég hélt það að hann væri að hringja þá í alla bæjarfulltrúa og hefði fundist eðlilegt að forseti myndi gera það, að hringja í alla kjörna fulltrúa. Það var ekki biðlað til okkar oddvitana að vera að tala þetta með einhverjum hætti. Varðandi mig sjálfan þá var ég búinn að frétta þessu 2 sólarhringum áður en ráðningaferlið áður en þetta fór í fjölmiðla. Ég frétti þetta reyndar ekki hérna í Suðurnesjabæ, ég frétti þetta bara í öðrum sveitarfélögum
öðru sveitafélagi, hjá öðrum kjörnum fulltrúum, í öðru sveitafélagi, að það ætti ekki að ráða ákveðin einstakling og það ætti að ráða þennan einstakling. Þannig að ég var komið með þessa vitneskju í byrjun vikunar, sem náttúrulega svolítið sérstakt að maður sé að frétta þetta hjá öðrum sveitastjórnarmönnum á svæðinu. Þannig að en allt í góðu, þetta eru þó bara vinnubröð sem á að viðhafa í kringum þetta og við verðum þá bara að taka á þeim þáttum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anton. Svavar, gjörðu svo vel. Ég ætla að fá að árétta það, Anton, að 2 sólarhringum áður bara ekki rétt. Á miðvikudagskvöldi liggur fyrir ráðning. Það bara þannig. Það ekki fyrir á miðvikudagskvöldi, við sátum hérna bæjarráðsfund, það eftir þann bæjarráðsfund sem ákvörðun tekin og allt staðfest. Það ekki fyrir. Þannig að fram að því voru þetta tröllasögur. Takk. Takk fyrir þetta, Svavar. Líkt og forseti kom á því í samtali við Anton á þeim tíma að þá léti ég vita að þessar upplýsingar sem þú hefðir væru ekki byggðar á raunverulegum gögnum, þar sem að tímalínan var ekki rétt miðað við þær, þannig að þetta hefði verið þá bara getgátur sem þú hefur verið að heyra, þar sem að ráðningin lá ekki fyrir á þeim tíma. Egill, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mér þykir þessi vinnubrögð minnihlutans bera vott óheilindi, ég verð að segja það. Ég bara staðfesti það sem Svavar hefur nefnt að þetta var rætt í óformlegum viðræðum við fulltrúa minnihlutans að við varum að fara í ráðningu bæjarstjóra og þau sem sagt héldu því fram að þau sögðust ekki vilja taka þátt í þessu og þetta væri bara okkar mál, þið eru bara meirihlutin og þið ráðið ykkur ykkar bæjarstjóra, þannig að mér finnst það svolítið einkennilegt og sérkennilegt að koma aftan á okkur með þessum hætti. Núna, takk fyrir. Takk fyrir það, Egill. Eru fleiri sem vilja kveðast til ljós? Daði, gjörðu svo vel. Ágæti forseti. Já, maður svolítið pínu hissa. Já, það verður að hafa það. Það ekki þetta virkar ekki að vera stjórn sveitafélags, skilur. Ef við ætlum að ná saman og vera sammála í málum, þá verðum við náttúrulega að tala saman og eitthvað. Ég man ekki eftir því sjálfur hafa sagt að þetta veri ykkar bæjarstjóri. Þetta bæjarstjóri sveitafélags, allar íbúð, og ég íbúð í sveitafélag. Þannig ég skil ekki svona skiljúkar algjörlega út undan í þessu máli, þetta kemur svolítið á óvart. Ég talaði við oddvita hérna framböðnana á fundi fyrir fyrsta bæjarstjórnarfund og þar var allt annað hljóð, tónn í ykkur, en ok. Og vonandi er þetta bara mistök. Ég lít björtum augum á þetta og vonandi var bara að gera mistök að mér á hlutum og það er bara, maður meira maður réttir upp hendina og viðurkenni það, en svona er þetta. Ég ætla aðeins samt að koma að það sem bæjarfulltrúi Svavar sagði hérna rétt á hann að kostnaðurinn, það hlýtur að vera meiri kostnað við að ráða eign á opnu marka heldur en einhver eign sem að bæjarfélag á. Þannig að ég skil ekki alveg hvað það reiknistæmið er. En ég meina, gott og vel, ég geri ráð fyrir að þótt að ég sitji hjá í þessu máli að meirihlutin ætla að ráða nýjan bæjarstjóra sem er bara gott og blessað og ég meina mér líst ekkert illa á þessa mannesku en ég hefði samt sem bæjarfulltrúi vilja taka meira þátt í ferlinu og aftur bara til lukku með þetta og vonandi gengur okkur öllum vel í framhaldinu. Takk fyrir það, Daði. Eru fleiri sem vilja kveðast? Haraldur, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að segja eins og þú Daði, ég er hissa. Ég er alveg jafn hissa og þú á þessar umræðu yfir höfuð. Að þið hefið ekki fengið að koma nálægt þessu á nokkurn hátt að það hefði verið boðið til þess. Það er bara ekkert rétt.
Þið farið bara ekki alveg með rétt mál. Það var gert í upphafi. Eitthvað var boðið að vera með. Höfum það alveg á kristaltæru. Og forseti bæjarstjórnar, hann tilkynnti ráðninguna til oddvita hinna flokkana, hver hefði verið ráðandi starfans, og það hlýtur að vera þitt að láta þinn meðfulltrúa vita hver var ráðin bæjarstjóri, Anton. Þannig að þetta bara hver hann var útisnúningur. En ef þetta andinn, þá ætla ég bara að biðja menn aðeins að staldra við og hugsa það nú aðeins lengra. Þetta ekki andinn sem við höfum áhuga fyrir að starfa eftir, sko. Það skal alveg liggja ljóst fyrir. Þannig að það sýniði líka viðleitni. Og það líka hægt að sýna frumkvæði. Það vel hægt að, ég allavega fekk ekki eitt eina símtal frá þér eða spjallum það hvað mér finnst bæjarstjóraráðningu, ekki nokkurt. Þú hlýtur að lesa dagbókstein. Það meina, fundamenn á að vera ekki með framíköll, þetta að koma þá frekar upp í pontar eða hluti. Eru fleiri sem vilja kveðja sig til orðs? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar, já, það alltaf gott ef maður fær svör og rök fyrir því sem maður er að spyrja og það þá okkar hvort við teljum þau eðlilega eða ekki. En mér finnst afskaplega leitt þegar að verið að ávíta menn að þessi með einhverjar að koma í baki á mönnum með eitthvað. Staðreyndin var svo að ég man ekki eftir því að það hefði verið talað við mig einhver aðkomi að þessu. Og þar að leiðandi held ég að verða að vísa þessu málflutningi til föðurhúsanna. En aftur á móti, ef við verum að biðja eitthvað gott veður og einhverja svoleiðis hluti, eins og var hér hjá fyrir ræðumanni, að þá ég bara að biðja forláts á því. Ég ætla að vona það að hann ætla ekki að taka okkur málfrelsi þannig að við getum lýst skoðunum okkar og okkar upplifunum á ferlinu. Það verður svo bara hver og einn að taka það ferli og það eins og sagt er. Við getum ekki gert það því. Ef að Haraldur tekur eitthvað öðruvísi þetta ferli, þá verður hann náttúrulega bara að eiga það við sig. Takk fyrir þetta, Magnús. Haraldur, gjörðu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Að sjálfsögðu hafa menn málfrelsi og fullan rétt á því að tjá sína skoðanir, hvort sem þeir sitja í meiri hluta eða minni hluta. En ég ætla rétt að vona það að við séum öll hér mætt við þetta borð með sama tilgangi. Að vinna veg og heilla þessa sveitarfélags áfram veginn. Ekki í svona skot hernaði. Takk fyrir þetta, Haraldur. Eru fleiri sem vilja kveðja sig til hljóðs? Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta náttúrulega ekkert bjóðandi að þurfa að liggja undir svona hlutum og svona málflutningi að menn séu að dylgja með einhverja staðreyndir einhverja ráðninga á bæjarstjórunum. Ég hafði þær upplýsingar að Pétur Martinsson hefði ekki verið ráðinn hér og þar af leiðandi var hann tekinn í viðtal upp í Grindavík. Og þess vegna vissum við það væri búið ætti að ráða Alessandru hér. Þannig að þetta ekkert bjóðandi málflutningur að þurfa að liggja undir þessu. Þetta liggur alveg fyrir. En varðandi málfrelsið, við hljótum að geta rætt þessa hluti eins og fólk á einhverjum eðlilegum grunni. Og hér erum við að ráða bæjarstjóra sem við bindum bara jafnmikla vonir við og þið. En á hvaða forsendum eigum við að taka þátt í atkvæðagreiðslunni? Við höfum enga forsendur. Á hvaða forsendum hún hæfar en einhver annar?
við höfum ekki forsendurnar. Það hefur verið lang eðlilegast og verið lang sterkast í þessu að boða minnihlutann inn í seinni viðtölin til þess að reyna að búa til breiða sátt þann sem verður ráðinn. Og það er alltaf sterkar fyrir bæjarstjóra sem kemur að starfa í sveitafélaginu að hann sé ráðinn með 9 atkvæðum, fullum styrk allra bæjarstjórnarinnar. En nei, meirihlutinn klúðraði í þessu máli. Við höfum eitthvað forsendur, við getum ekki greitt atkvæði gegn ráðningunni, við getum heldur ekki greitt atkvæði með ráðningunni út af því að við höfum ekki forsendunar. Og ég hef tilengað mér það í minni pólitíka áður en að ég tek afstöðu til hlutana að það er að hafa einhverja forsendur. Og það er á þeim forsendum sem við munum sitja hjá við afgreiðslu þessar ráðningar, bursið frá persónum sem er ráðinn. Við höfum bara enga forsendur af hverju hún er hæfari en einhver annar. Þó að séu vandaða manneskju að ræða. Það getur vel verið. En við bara höfum ekki forsendurnar, þekkingun hennar, reynslun hennar, og það við komum ekki á nokkurn hátt að þessu. Takk fyrir þetta, Anton. Bergning, gjörðu svo vel. Forseti og ákveðt bæjarfulltrúar. Það er ekki að vera langorð en eins og aðrir þá rekum við rogastand því að á kynningafundi sem að minnihluti hafa boðið sá Anton meðal annars og eins og allir aðrir rök reynslu, hæfni og fleiri upplýsingar einstaklingana sem fengu verkefni fyrir vegna ráðningarinnar. Þannig að ef fólk til þess að ekki hafa upplýsingar hæfi einstaklingana þá er ég bara afskaplega hissa. Ég ætla nú ekkert að segja meira þetta en bara annað það að við erum mjög heppin með þann einstakling sem var svo ráðinn og vona að við öll sammælumst að vinna vel þar sem að framöndan er. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bergný. Fleiri sem vilja kveðast til hljóðs? Ef ekki, þá setjum við þetta í atkvæðagreiðslu. Og hverjir eru sammála þá ráðninguna á bæjarstjórunum, réttu pönd? Það er þá 3 atkvæði S og 2 atkvæði D. Og 2 atkvæði B og 2 atkvæði M sem sátu. Ja, er einhverju andvíg, afsakið, er einhverju andvíg ráðningunni réttu pönd? Ef ekki, þá verða atkvæði B og M sem sátu hjá. Þá er spurning hvort að nýti tækifæri, hvort að aðalega vilja leggja sameiginlega bókun og tillagan er sú að bókun fyrir bæjarstjórnar, hvort að getum sammælst það, hvort að getum bókað það að bæjarstjórn Suðurnesbæjar býður Alexandru Jóhannesdóttur, nýjan bæjarstjóra á Suðurnesbæjar, velkomin til starfa með vonum gott og farsælt samstarf. Er einhver andaugur því? Það er stakka til málsum. Já, gjörðu svo vel, Magnús. Allavega hvað mig snertir þá mun ég ekki sammælast þessa bókun þar sem að í okkar bókun þar erum við búnir að taka það fram. Þannig að það er óeðlilegt að við hjá minnihlutanum sem að setja aftur bókunna fram og vera með tvöfalt ígildi á þessu. Takk fyrir það, Magnús. Tekur til greina og þá legg ég til bara bókun meirihlutans það. Og þá er annað mál á dagskrá. Og það er þá siðareglu og góði starfshættir kjörinna fulltrúa samanber 20. grein samþykktar stjórn Suðurnesbæjar
Á 193. fundi bæjarráðs þann 1. júlí 2026 var samþykkt samhljóða breyting á 11. grein siðareglna kjörinna fulltrúa og siðareglunum vísa til staðfestingar hjá bæjarstjórn. Og til skýringar að þá var það einn breyting við gerð á siðareglum sem snýra 11. greininni þar sem bætt við að hægt sé að leita til siðanefndar sambands íslenskra sveitarfélaga uppkoma mál þar sem grunur brot á siðareglur. Ég gef orðið laust. Eitthvað sem vill kveðast til hljóðs? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég var svolítið hissa á þessari grein fyrst, eða þessari breytingu og var að velta henni fyrir mig, en svo þegar ég hef búin að velta henni svolítið lengi fyrir mig þá var svo sem eðlilegt að ef að uppkemur einhvers konar mál að það sé ekki endilega kjörnu fulltrúar sem að fjalla það, að þessu sé vísað í einhvern farveg, þannig að ég snýri svona hugur þegar ég var búin að velta þessu svolítið fyrir mér svolítið lengi. Þannig að ég held að þetta sé bara til góðs, þessi breyting, og við styðja hana. Takk fyrir það, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveðast til hljóðs? Svavar, gjörðu svo vel. Kannski bara svona til skýringar þessi nefnd á vegum sambands íslenskra sveitarfélaga ekki neitt nema bara ráðgefandi. Þannig að ég held sé bara hið besta mál að bæta þessu við. Takk fyrir það, Svavar. Eru fleiri sem vilja kveðast til hljóðs? Ef ekki, þá verða þetta upp í atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála breytingunni, rétt upp hönd. Og það er þó samþykkt samhljóða. Og þá vísaði siðareglan verið undirritað og kynnta fyrir öllum nefndum og ráðum sem því að vera að gera aðgengilegar á vefsíðu bæjarfélagsins og bæjarstjóra að senda þær til staðfestingar til innviðaráðuneytis í samræmi við 1. málsgrein 29. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Og þá er það 3. mál á dagskrá og það er þó úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs Suðurnesja. Á 193. fundi bæjarráðs þann 1. júlí 2026 var eftirfarandi tilnefning fulltrúa úthlutunarnefndar uppbyggingarsjóðs Suðurnesja til stjórnar sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum samþykkt með atkvæðum fulltrúa S og D-lista. Fulltrúa M-lista sátu hjá. Og þar voru sem aðalmenn Agnes Helgadóttir Róbert og Páll Arason og varamenn Telma Dís Eggertsdóttir og Sindri Lars Ómarsson. Ég vil gefa orðið laust. Eitthvað sem vil tjá. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil bara árétta það að eins og ég kom inn á síðasta fundi að það er aðeins tilnefningu að ræða. Þetta er bara í rauninni tillaga frá sveitarfélaginu. Það er svo stjórn SSS sem skipar í stjórn uppbyggingarsjóðs. Þannig að þeir sem við erum að samþykja í rauninni hér eða tilnefna í rauninni ekki komnir í stjórn uppbyggingarsjóðs fyrir en að stjórn SSS hefur tekið máli fyrir og afgreitt það. Þannig að bara að bæjarfulltrúar hafi það hugfast að þetta er bara tilnefning. Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Eru fleiri sem vilja kveðast til hljóðs? Ef ekki, þá þetta upp í atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála því rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti rétt upp hönd. Og þá er þetta samþykkt með samþykki allra nema hjá miðflokk eitt atkvæði sem satt hjá. Og það er til þess að árætta þá
það rétt, það bara til staðfesting til tilnefningar á fulltrúa í úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs til stjórnarsamband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Og þá er það 4. mál á dagskrá og það er samráðshópur málefni fatlaðs fólks. Á 193. fundi bæjarráðs þann 1. júlí 2026 var eftirfarandi tilnefning fulltrúa í samráðshóp málefni fatlaðs fólks samþykkt samhliða og þar er aðalmenn sé Telma Dís Eggertsdóttir og Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir Hædd og svo varamenn Berglind Lára Haraldsdóttir og Erla Jóhannsdóttir. Vil gefa orðið laust ef ykkur vil. Þá, ef ekki, þá ber ég þetta upp í atkvæðagreiðslu og þeir sem eru þessu sammála rétt upp hönd og það er samþykkt samhljóða og það er staðfest fulltrúa í samráðshóp málefni fatlaðs fólks. Og þá eru komið 5. mál á dagskrá og það er beiðni vegna milligöngu afnot af athafnasvæði í Rokkulsvæðinu og vilyrði fyrir breyttu deiliskipulagi. Og ljóst mjög skamma úrvinnstíma að ræða og þörf á frekari greiningu því lagt til að málinu sé vísað til bæjarráðs til frekari umfjöllunar. Ég vil gefa orðinu laust. Er eitthvað sem vil taka til máls? Daði, gjörðu svo vel. Ágæti forseti. Já, ég bara komið minni skoðun á framfæri þessu máli að maður kannski hoppa ekki tæsina sem þetta erindi kom inn fyrst inn en þegar maður skoðar og við fengum kynningu hérna hvað fyrir hálfum mánuði cirka frá ráðuneytinu þar sem að var fjallað þetta mál og svo kemur þetta erindi frá þessum aðilum og þá þegar maður skoðar máli vel þá getur maður ekki annað en fallist á það þótt maður sé kannski ekki hoppandi hæð sína í þessu máli en þá allavega ef þetta á að vera í sveitarfélaginu og við erum væntanlega að gefa leyfi til þess og þá er þetta mjög hentug staðsetning myndi ég halda. Takk fyrir það, Daði. Eru fleiri sem vilja kveðja sig til hljóðs? Bergný, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Bara árétta að það sem að Haukur kom inn á áðan að þetta erindi kemur með mjög skömmum fyrirvara og það er ansi margt sem að þarf að hafa í huga að hálfu sveitarfélagsins áður en svar er gefið og þess vegna erum við svolítið að leggja til að málinu verði vísað til frekari umfjöllunar í bæjarráði. Þetta til dæmis ekki á skipulagðu svæði til búsetu, þannig að það er mögulega þörf á aðalskipulagsbreytingu eða einhver fleiri atriðum sem að þarf að taka til grein og athugunar. Þannig að okkar skoðun er svolítið svo að það þarf að fara aðeins frekari greiningavinnu áður en ákvörðun er tekin af okkar hálfu, því að þetta er alveg stórt mál sem þarf að vanda vel til verks með, en svakalega skamur tími. Þannig að við leggjum þetta til. Takk fyrir. Takk fyrir það, Bergný. Eru fleiri sem vilja taka sig til máls? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég finnst svona nauðsynlegt að bæjarráð fá að vita svona pínlítið hugmanna hvaða hug þeir bera til málefnisins vegna þess að það er ekki bæjarstjórnarfundur fyrir í september næst. Þannig að ég er búinn að velta þessu svolítið lengi fyrir mér þessu máli og ég held að sé þarna tækifæri. Og það er alveg rétt sem Bergný kemur inn og það þarf að vinna þó nokkra þætti í þessu til að þetta gæti verið gerlegt. Og ef það verður gerlegt að það sé hægt að gera þetta með þessum hætti þarna á þessum stað, að eins og kynningin sem við fengum hér hjá þessum hóp sem var var með hugmyndirnar að gera tilboðið í verkið, að þá
þá eru þeir að velta fyrir sér að fara austast og nýst í kampinn, sem að þýðir að megin þorrin að kampnum tilbúin til annara uppbyggingar. Þannig að ég held að bjóðist þarna, ef að þetta tekst til, að þarna opnist dyr fyrir okkur til að nýta þetta svæði betur til uppbyggingar á einhvers konar starfsemi. Þannig að ég held að allavega í mínum huga þá held ég að það sé mjög gott að hleypa þessu allavega í þá vinnu og að reyna að fá þetta í gegn. Hitt svo annað mál að ef við erum að tala fangelsi, það vill engin fangelsi í Bakari hjá sér. Það liggur alveg fyrir. Þetta ekkert annað en fangelsi. Og það þýðir að þegar á að girða þetta alveg af og annað, og ef að menn skoða þetta svæði sem þarna það sem að gamla íþróttahúsi var í Rockville, að þá þarna gamall beisbólvöllur og fleira sem bara flott útivistarsvæði og möguleiki, þetta gefur marga möguleika. En allavega ég get ekki séð nema jákvætt við að reyna að pröfa þetta. En ég veit ekkert hvort það tekst, en auðvitað þarf að vinna vinnuna. En það líka svolítið seint. Þegar við erum komnir með bæjaráð, hvað ekki 29. næsta? En allavega ef það 22. þá gengur það upp. En ef þetta seinna þá eru þeir konir í svolítið mikla klemmu til að vinna málið. Þannig að þess vegna þarf að vinna málið svolítið hratt, og ég get ekki ímyndað mér annað en að það sé byrjað að skoða þetta eftir þennan kynningafund sem fór fram síðast. Takk fyrir það, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveðja sig til hljóðs? Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, bara svo að það komi fram að þá er verið að tala um brottfararmiðstöð eða svona fyrir hælisleitendur. Og við vitum það, við höfum fengið veður á því að Reykjanesbær vill ekki sjá þetta hjá sér. En einhvers staðar verður þetta að vera. Ég get tekið undir eins og með Daða, ég ekkert par hrifinn að því að vera að fá þessa starfsemi í sveitarfélagi. En það kom líka skýrt fram á þeim fundi sem við áttum með dómsmálaráðuneytinu þegar þeir komu á kynninguna við okkur, að við lögðum mikið kappkost á það að ef þetta ætti að koma í Suðurnesjabæ að þetta yrði ekki haft í íbúabyggð. Því að það náttúrulega ekkert mönnum bjóðandi að vera með svona starfsemi niðri í byggð. Þess vegna lýst mér ágætlega á Rockville svæðið. Þetta náttúrulega þá bara upp í heiði og eru þá ekki að raska ró fjölskyldu fólks. Og því að því miður þá höfum við slæma reynslu af því þegar Guðmundur Ingi Guðbrandsson var ráðherra á sínum tíma, að þá ætlaði hann að fylla húsnæði í garðshlutanum af flóttamönnum. Og þetta var að áreita sundgesti og koma upp á bæjarskrifstofunar og bara íbúa í sveitarfélaginu. Og við höfum í rauninni ekkert við svona hluti að gera í friðsælu samfélagi. Þess vegna fagnar maður því að þetta er að vera girt og loka úrræði, og ekki inn í íbúabyggð. Þannig að þetta og gæti mögulega vaxið eitthvað út frá sér í framtíðinni, en náttúrulega Rockville svæðið er alveg mjög hentugt undir þessa starfsemi, þar sem að það er rauninni bara í niðurnýslu í dag. Þannig að ég held að við ættum að reyna að úr því sem komið er að reyna að horfa svolítið jákvætt í þessa þætti að fá þessa starfsemi þá í Suðurnesjabæ með þeim varunar ástöðum að þetta verði ekki íbúabyggð, og þess vegna, eins og ég segi, þessi staðsendingar upp í Rockville, hún gæti henta mjög vel í þetta, og ég held að bæjaráð ætti bara að reyna að vinna þetta hratt og örugglega og verða á móts við þessa menn sem eru með þessa fyrirhuguðu uppbyggingu þarna frá. Takk. Takk fyrir þetta, Anton.
Eru fleiri sem vilja kveða sér til hljóðs? Ef ekki, að þá legg ég þetta upp í atkvæðagreiðslu að setja þetta í bæjaráð. Þeir sem eru því samþykk rétt upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Og þá er það 7. mál á dagskrá, það er Sandgerðishöfn og viðhaldsmál. Á 34. fundi Hafnaráðs var samþykkt samhljóða að fela starfandi hafnarstjóra að taka saman tillögu til viðauka varðandi dýptarmælingar og leggja fyrir bæjarstjórn. Til áreitinga að allir flokkar lögðu áherslu á að efla tækifæri Sandgerðishafnar í nýliðnum kosningabaráttu og teljum við að hér sé tækifæri til þess að taka fyrstu skrefin í þeirri vegferð. Ég vil gefa orðið laust. Er eitthvað sem vil kveðast til hljóðs? Já, Árni, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, kæru bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Þetta minnisblað er mitt skrifað af mér og sem þá starfandi hafnarstjóra og yfir hafnarverði. Og ástæðan fyrir þetta minnisblað er að rata hingað inn með tiltölulega skömmu fyrirvara var vegna þess að þarna stóð til að fara í mælingu núna strax í vikunni því að við vorum stefnt að því að það væri að koma hingað skip á vegum Vegagerðarinnar til þess að sinna mælingum fyrir vitaljós sem nýlega búið að endurnýja í hafnavitanum í Sandgerði og hugmyndi var að nýta ferðina til hagsbóta fyrir sveitarfélagið. Það hefur kannski eins og einhverju að tekið eftir veður verið aðeins kannski öðruvísi en leit út fyrir fyrstu og ljóst er auðvitað að þetta verður ekki fyrir fyrstulega eftir verslunarhelgi því það þarf að vera nokkuð sléttur sjór til þess að svona mælingar geta átt sér stað með góðum árangri en engu og síður það situr auðvitað þarna eftir að þarna þarf að taka ákvörðunum að veita fjármunum í þetta verkefni af því það er auðvitað ekki gert ráð fyrir því áætlun. Þannig að ég heldur svona allan að gera betur grein fyrir því og þá leiðir þetta líka tímafrestin sem þarna er nefndur í minnisblaðinu. Takk fyrir. Takk fyrir þessa skýringu. Eru fleiri sem vilja kveða sér til hljóðs? Daði, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, ég er nú bara að meina létt spurningu og starfandi bæjarstjóra. Ríkið, kemur það ekkert nálægt þessu? Takk fyrir þetta, Daði. Árni, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, kæru bæjarfulltrúar og ágæti gestur. Ríkið kemur ekki að mér skilst að nálægt þessari mælingu, en hins vegar getur ríkið komið auðvitað að þeim framkvæmdum sem menn vilja fara í ef af verður í kjölfarið. Og þetta er einmitt eitt af þeim gögnum sem að þurfa að liggja fyrir í þá umsókn sveitarfélagsins eða hafnarinnar í hafnabótasjóð og þannig að þetta raunir styrkir það og verðaðu til gögn sem við getum nýtt þá frekar til umsóknar þá styrki eða þátttöku ríkisins í hafnaframkvæmdum. Þannig að ég vona að þetta svari spurningunni. Takk fyrir þetta, Árni. Eru fleiri sem vilja kveða sér til hljóðs? Ef ekki, að þá ber ég til atkvæðagreiðslu þeir sem eru þessi sammála rétt upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Og tilheyrir minnisblaði að framkvæma dýptarmælingar í Sandgerðishöfn og samþykkt að vísa samhliða samþykkið ásækið. Og þá er það 7. mál á dagskrá og það er fjárhagsáætlun 2026 viðaukar á 192. fundi bæjarráðs þann 10. júní 2026 var viðauki númer 5 samþykktur samhljóða og vísa til staðfestingar hjá bæjarstjórn. Til skýringa þá snýrist viðaukinn að því að samþykkt var samhljóða að leita til ráðningarstofu Intellekta vegna ráðningaferils nýs bæjarstjóra Suðurnesbæjar varðandi kostnað sem því tengist sem eðlilega var ekki gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Ég vil gefa orðið laust. Er eitthvað sem vil kveða sér til hljóðs? Ef ekki, að þá leggja til atkvæðagreiðslu þeir sem eru því samþykk rétt upp hönd. Og það er samþykkt samhljóða.
að staðfesta viðauka nr. 5. Og þá er það 8. mál á dagskrá og það er fjárhagsáætlun 26 viðaukar. Á 193. fundi bæjarráðs þann 1. júlí 2026 var viðauki nr. 6 samþykktur samhljóða og vísa til staðfestingar hjá bæjarstjórn og til skýringar að þá viðaukinn snýr að því að húsnæði í eigu golfklúbbsins er í landi Suðurnesjabæjar en fram til þessa hefur verið veittur styrkur til íþróttafélaga til greiðslu fasteignaskatta á eignum þeirra innan sveitarfélagsins. Klúbbhúsið er nú í eigu golfklúbbsins en var það ekki áður. Ég vil gefa orðið laust. Er eitthvað sem vil kveðast til hljóðs? Ef ekki, þá ber ég til atkvæðagreiðslu þeir sem eru samþykkir þessum viðauka rétt upp hönd. Og það er samþykkt samhljóða. Það staðfesta viðauka nr. 6. Og 9. mál á dagskrá það er fjárhagsáætlun og viðauki á 193. fundi bæjarráðs þann 1. júlí 2026 var viðauki nr. 7 samþykktur samhljóða og vísa til staðfestingar hjá bæjarstjórn og ég ætla að veita Árna orðið til skýringar á þessum lið. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, þessi ágæti viðauki, hann er svo sem svona tilfærslu viðauki og tengist auðvitað uppfærslu á reglum nr. 1212 á 2015 bókhald fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga. Með þessu erum við að færa hluta af kostnaði sem áætlaður er á málefni fatlaðs fólk sem hefur verið í raun og veru á lykli 02 og erum að færa það yfir á lykil 01 og undir lykla sem því tengjast sem er kveðið á þessu breytingu á þessum reglum. Það er raun og veru engin kostnaðaraukning eða minnkun í þessu heldur einfaldlega tilfærslu á fjárheimildum að ræða til þess að uppfylla þessar breytingu á reglum. Ástæðan fyrir að þessi tími valinn er til þess að fá inn ákveðna kostnaðarþætti inn á þessa lykla til þess að einfalda okkur vinnuna í fjárhagsáætlun gerðina fyrir næsta ár. Þá liggja fyrir kostnaðarþættir inn á þessum lyklum og við getum betur áætlað því að við þurfum auðvitað að áætla á þá lykla fyrir næsta ár. Og vonandi þetta skýri þetta einhverju leyti en þetta sé bara tilfærsla og kannski meira formsins vegna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Árni. Eru fleiri sem vilja kveðast til hljóðs? Ef ekki, þá leggja þetta í atkvæðagreiðslu þeir sem eru þessu samþykki rétt upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Og þá er það 10. mál og það er fjárhagsáætlun 26 og það eru viðaukar og þetta er viðauki nr. 8 vegna dýptarmælinga Sandgerðishafnar lagði fram til afgreiðslu og þetta er til skýringa þá tengist þetta náttúrulega máli nr. 6 en ég ætla að gefa Árna orðið til frekari skýringa. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, ágæti gestur, ég glemdi að minnast það áðan. Þessi viðauki tengist auðvitað því máli sem við vorum með hér áðan til umræðu varðandi dýptarmælingar á Sandgerðishöfn. Þarna er raun og vera að fjármagna þennan kostnað sem er áætlaður við þessar dýptarmælingar. Við erum þarna að auka eða hækka, getur sagt, áætlaðar tekjur hafnarinnar sem við teljum að séu rök fyrir. Sjáum að aflaverð hefur verið nokkuð gott og við erum nú þegar nokkuð yfir áætlun. Þannig að þetta er að mæta því með áætlun að tekjur hækki hafnarinnar. Þannig að ég held að þetta sé nokkuð góð leið og við fórum og skoðum aðra leiðir en teljum að þetta sé raunhæfasta leiðin til þess að mæta þessu og sé í takt við þróun tekna. Takk hérna. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Árni. Eru fleiri sem vilja kveðast til hljóðs? Ef ekki, þá setjum ég þetta í atkvæðagreiðslu og þeir sem eru þessu samþykk rétt upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Og þá eru komin að 11. mál á dagskrá og það er fundaáætlun bæjarstjórn og bæjarráðs. Á 192. fundi bæjarráðs þann 10. júní 2026 var uppfærð fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs samþykkt með atkvæðum S- og D-lista og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Fulltrúi M-lista sat hjá. Á sama fundi var einnig samþykkt samhljóða fundartími bæjarráðs verði að jafnaði klukkan 15:30.
Til skýringa þá er þetta í raun áður framlagt mál en breytingin snýr að tilfærslu funda vegna landsþingssambands íslenskra sveitafélaga. Ég gef orðið laust ef ykkur vil taka til máls. Ef ekki, já, Daði, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, ég ætlaði bara að benda forseta á að í þessari fundaáætlun vantar bæjarstjórnarfundin í ágúst sem ég geri á fyrir að verði. Það ekki? Takk fyrir þetta, Daði. Samkvæmt fundaáætlunni þá er næsti bæjarstjórnarfundur áætlaður 2. september. Eru fleiri sem vilja kveðast til þess? Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, að ef að bæjarstjórn er að fara í sumarleyfi, þá hlýtur að þurfa að leggja fram gögn þess efnis og að bæjarráð hafi fullna afgreiðslu í málum meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur. Ég finn það ekki á þessari dagskrá. Ég bið þá forseta að benda mér á það ef að svo er. Ég sé það ekki á dagskrá á þessum fundi. Takk fyrir þetta, Anton. Árni, gjörðu svo vel. Já, fyrirgefðu, Daði, gjörðu svo vel. Tökum þetta í rétti röð. Rétt skal vera rétt. Ágæti forseti, ég var kannski svona einfaldur skilju. Við erum, þessi fundur kostar tæpa 1 milljón ef við legg saman laun okkar. Við höfum ekkert efni á að vera að leika okkur með peningar skilju. Öllu var að fara frí eða ekki. Það er ekki áætlun, þessari fundaáætlun, að ef vera fundur í ágúst, þá þarf að koma tillaga um það. Það þarf allir að vera sammála þau tillögu. Ég veit ekki hvað, ég veit ekki hvort að menn séu sofandi yfir þessu eða hvort við séum bara að leika okkur að þessu, ég veit það ekki. Takk fyrir þetta, Daði. Árni, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætir bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar kannski að benda á síðasta fundi undir 17. dagskrármáli, þá síðasta fundi bæjarstjórnar, þá var rætt sumarleyfi bæjarstjórnar og þar var var ákveðið að fella niður reglulega fundi bæjarstjórnar um sumarleyfis frá með 16. júlí til 2. september og það var samþykkt samhljóða, þannig að bara benda þá á það ef að það hefur ekki verið skýrt. Takk fyrir þetta, Árni. Eru fleiri sem vilja kveðast til hljóðs? Já, Daði. Ég er má til þessu. Ágæti forseti. Ég er ekki lögfræðilega menntaður en ég held að komið skýrt fram í lögum að þetta þarf að liggja fyrir á fundi á fundinum í dag eða ætlar að fella niður næsta fund. Þú getur ekki ákveðið það bara hálfu ári fyrir fundaráætlun. Ef þú ætlar að leggja niður fundin í næsta mánuði þá verður að leggja fyrir í dag áætlun. Tillaga. Þið leiðréttið mig fram í rangt mál. Takk fyrir þetta, Daði. Eru fleiri sem vilja kveðast til hljóðs? Ef ekki, þá legg ég þetta til atkvæðagreiðslu og þeir sem eru þessu samþykk rétt upp hönd og það er þá fulltrúar S-lista samþykkja, fulltrúar D-lista samþykkja og Magnús. Ég má fara upp til fundarstöð forseta. Já, klára skrá atkvæðagreiðsluna. Magnús hjá Framsókn greiddi atkvæði, aðrir sátu hjá.
Gjör svo þetta. Þá getur fórsti, ég ætla nú bara, eins og ég sagði, það er ekki lögfræðimenntaður, en ég kann að lesa og það stendur í 14. grein sveitarstjórnarlaga að sveitarstjórn er heimilt að fella niður reglubundna fundi sína enda sér tillaga um slíkt samþykkt mótatkvæðalaust á næsta fundi sveitarstjórnar á undan. Þessi tillaga hefur ekki ennþá komið fram, þannig að ég ætla allavega að mæta hérna fyrsta miðvikudaginn í ágúst. Forseti óskar eftir fundarliði.
Já, voru komin aftur. Eftir smá fundarlið þá tekið ákvörðun það að taka upp 11. mál að nýju fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs. Það semst á 192. fundi bæjarráðs þann 10. júní 2026 var uppfærð fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs samþykkt með atkvæði með S- og D-lista og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Fulltrúi M-lista satt hjá. Á sama fundi var einnig samþykkt samhljóða að fundatími bæjarráðs verða jafnaði klukkan 15:30. Og til áréttingar þá þetta áður lagt fram mál en breytingin sem snýrað er tilfærsla á fundi bæjarráðs vegna landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga gagnvart sumarleyfum og þá sem er þá samþykkt með tilvísun í 8. grein samþykkta bæjarstjórnar að þá var samþykkt sumarleyfi bæjarstjórnar og bæjarráð falið afgreiðslu heimild á næstu fundum. Ég vil gefa orðið laust undir þessum liðir. Einhver sem vil kveða sér til hljóðs. Ef ekki, að þá gefum við bara atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála þessari breytingu á fundaráætlun rétt upp hönd. Og það er þá samþykkt öllum greipnum atkvæðunum að einu. Daði og M-lista satt hjá. Fyrirgefðu, er einhver andvígur? Afsækja þessu, afsækja. Já, með einu greiptu atkvæðu móti. Afsækja þetta. Þannig að þá erum við komið á 12. máli og það er starfskjör kjörinna fulltrúa og nefndarlauna á 192. fundi bæjarráðs þann 10. júní 2026 var samþykkt með atkvæði fulltrúa D- og S-lista að samþykkt starfskjör kjörinna fulltrúa verið lögð fram til afgreiðslu í bæjarstjórn og taki gildi frá 1. júní 2026. Fulltrúa M-lista satt hjá við afgreiðsluna. Hér ætlaði Felónum Árna að fara yfir breytinguna. Gjör svo vel. Já, takk fyrir það. Virðulegi forseti, eru bæjarfulltrúar og gestir. Hérna er svo sem óveruleg breyting. Þarna er engin breyting á mánaðarlegri þóknun á milli frá því sem áður var á fyrra kjörtímabili. Og það hefur bara verið uppfært með tillit til vísitölu og var þetta gert núna í janúar og engin breyting er á því í þessum tölum. Það sem eina breytingin sem átt í staða samþynni er það búið að uppfæra tölurnar til þess sem er í gildi núna. Nema hvað að þarna er búið að bæta einnig líka inn fjórða lið, fjórðu grein, sem lítur á þóknun til kjörstjórnar og þóknun til þeirra sem að vinna á kjörstað. Þarna er sveitarfélögum svolítið sett í eigin hendur hvernig þau haga þessu. Ég fór aðeins að kynna mér eftir ég fekk ábendingum að þetta væri kannski ekki í nógu góðu lagi hjá okkur og þetta er pínu misjafnt hjá sveitarfélögum og við skoðum þetta og ákvaðum að fara svona millileiðina, getum við sagt. Farið það sem algengast er gert hjá sveitarfélögum, það er að miða við ákveðin launaflokk og hérna í því kjarasamningu sem sambandið gerir við starfsgreinasambandið og þarna erum við að vísa þá í það og það er svona að byggja betur undir þessa breytingu þannig að hún taki þróun. Það hefur verið lítil breyting á þessu þóknun í þó nokkuð tíma og við viljum auðvitað tryggja það að það sé í takt við þróun kjarasamninga eins og annars staðar. Við erum þó að stíga kannski frekar varlega til jarðar í þessu því að það eru auðvitað önnur sveitarfélög sem eru að gera þetta á annan hátt og með hærri greiðslum en ég held að þetta sé að minnsta kosti gott skref í rétta átt hvað þetta varðar og hafa þetta skýrt í reglum okkar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Andri. Ég gef orðið laust. Eitthvað sem vil kveðast til ljós. Daði, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, já, þetta mál var á bæjarráðsfundi sem ég satt daginn og þar kom ég aðeins inn
inn á hvernig ég sé þetta og ég var kannski ekki alveg sammála meirihlutanum í þeirri ákvörðun og þess vegna ætla Miðflokkurinn að leggja fram tillögu hérna það sem að ég ætlist þess að forseti taki til meðferðar en hún lítur svona út. Miðflokkurinn leggur til að liðir B og C í grein 2.2 verði felldir burt. Ekki talið eðlilegt að forseti bæjarstjórnar og formaður bæjarráðs fái sérstakt álag fyrir setu á sömu fundum og aðri bæjarfundur. Slík fundaseta hluti af þeim verkefnum sem fylgja kjöri til bæjarstjórnar og ætti því ekki að leiða til viðbóta greiðsla umfram þær sem aðrir kjörnir fundarar fá fyrir þáttöku á fundunum. Undir þetta kvittar Daði og Sigurður. Þá legg ég tillögu fyrir til atkvæða á tillögu Miðflokksins sem þá að leggja niður B og C lið í grein 2.2 og verði felldur á brott. Þeir sem því eru samþykkt rétt upp hönd. Þeir sem því eru andvíg rétt upp hönd. Það þá fellt. Og þá að málinu sjálfu, þá orðið laust, gjörðu svo vel. Undir fundarstjórn. Já, takk. Forseti og okkur bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir fundarstjórn forseta. Mér finnst eðlilegast að það sé tilgreint hvernig atkvæðagreiðslan féll og það komið þá fram að fulltrúar B-listan sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. Takk. Já, takk fyrir það. Anton, vissulega, og þá til þess að árétta þá kosninguna, við endurtökum hana, svo þetta sé allt eftir bókinni, að þá þeir sem eru samþykkir tillögu Miðflokksins, rétt upp hönd, og það eru 2 atkvæði frá Miðflokknum, og þeir sem eru andvígði, rétt upp hönd, og það þá fulltrúar S og D-lista og þá það fulltrúar M-lista sem sátu hjá. B-lista fyrir ekki, afsök, B-lista. Og takk fyrir þessa ábendingu. Þá það semst í 12. dagskrárlið semst starfskjör kjörinn fulltrúa já, þá gef ég orðið laust Daði. Ágæti forseti. Já, grunaði ekki hvend. En svona fór það. Í plagginu sem þú voru að samþykkja stendur fyrir setu á fundinum. Það ekki talað undirbúning. En Miðflokkurinn ætlar að leggja fram bókun í þessu máli og með leyfi forseta langar mér að lesa hana. Það fer ekkert á milli mála að kjörnir fulltrúar eiga samkvæmt 32. grein sveitarstjórnarlaga rétt á hæfilegri þóknun fyrir störf sín. Auk þess kveðið á slíkt í 25. grein samþykkt stjórn Suðurnesjabæjar og fundarstjórn bæjarstjórnar. Hvergi í framangreindum ákvæðum hins vegar kveðið á að kjörnir fulltrúar sem taka að sér sérstök embætti eftir kosningar, svo sem forseti bæjarstjórnar eða formaður bæjarráðs, eigi sjálfkrafa rétt á viðbótargreiðslu vegna þeirra starfa. Færa má rök fyrir því að slík embætti séu valkvæm og þeir sem taka þau að sér gera það fúsum og frjálsum vilja. Á hinn bóginn viðurkennum við að ábyrgð og álag sem fylgja þessum embættum sé almennt meira en hjá kjörnum fulltrúum. Af þeim sökum samþykkjum við 1. grein í tillögu að samþykktum starfskjörna fulltrúa í Suðurnesjabæ, þar sem gert ráð fyrir að forseti bæjarstjórnar fái 60% álag á fastaþóknun bæjarfulltrúa og formaður bæjarráðs 40% álag á fastir þóknun bæjarfulltrúa.
Við getum hins vegar ekki samþykkt lið B og C í grein 2.2 þar sem þar er gert ráð fyrir sérstakri þóknun fyrir hvert setin fund hjá forseta bæjarstjórnar og formanni bæjarráðs. Að okkar mati er svo viðbóta þóknun þegar tekin til greina með því álagi á fasta þóknun sem þessum embættum er ætlað samkvæmt 1. grein. Ekki verður því séð að rök standi til þess að greiða sérstaka viðbóta þóknun fyrir fundarsettu umfram það sem aðrir bæjarfulltrúar fá fyrir þátttöku í sínum fundum. Undir þetta kvittar Daði og Sigurður. Ég ítreka bara aftur það sem kemur fram í skjalinu að mér finnst óeðlilegt að mönnum sé mismunað fyrir að sitja fundin. Ég get alveg verið sammála það að jafnvel eiga þessi menn að fá álag fyrir að stjórna fundi og undirbúa fundin, ekki stjórna fundi heldur undirbúa fundi, það ætti þá orðað öðruvísi í blækjuna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Daði. Og þá ætla ég að gefa orðið laust undir 12. liðnum, starfskjör kjörinna fulltrúa. Er eitthvað sem vil kveða sér til hljóðs í því máli? Ef ekki, að þá setji ég atkvæðagreiðslu og þá þeir sem eru því samþykkir rétt upp hönd. Þá er það greitt atkvæði B, S og D og þeir sem eru andvígir rétt upp hönd og það er M-listi sem greiðir atkvæði á móti. Og þá erum við komin á 13. lið og það er aukafundur hluthafa í Bláa lóninu HF 2026 og stjórn Bláa lónsins HF boðað til aukafundar hluthafa þann 24. júlí 2026 og lagt til að Árni Gísli Árnason bæjarstjóri fái umboð til þess að setja þann meirihlutafund eða aukafund. Ég gef orðið laust undir þessum lið, eitthvað sem vil kveða sér til hljóðs. Ef ekki, að þá setja atkvæðagreiðslu þeir sem eru sammála rétt upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 14. dagskrárliður. Það er Bergvík, nýtt deiliskipulag og breyting á aðalskipulagi. Á 77. fundi framkvæmd á skipulagsráð þann 30. júní 2026 var tillaga breytingu á aðalskipulagi og tillaga deiliskipulagi Bergvíkur samþykkt samhliða og leggur til við bæjarstjórn að auglýsa og kynna tillöguna í samræmi við 1. málsgrein 37. greinar ásamt 40. og 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Við kynningu á vinnslu tillögu deiliskipulagsins og aðalskipulagsbreytinga á iðnar- og athafnasvæðinu í Bergvík fór fram 21. maí síðastliðinn vinnslu tillögu ferli sem er í raun ekki lögbundið en þar sem mikla breytingar er að ræða og mögulega ný áform á svæðinu frá því sem áður var þótti eðlilegt að kynna vinnslu tillöguna. Er þetta oft talin góð leið til að fá upp á yfirborðið atriði sem hagsmunaaðilar hafa borið kennsl á. Margar góðar ábendingar komu fram í vinnslustiginu sem nú hefur verið teknað til greina og hafa nú ratað inn í breytingatillögur sem nú fara í lögformlegt kynningaferli. Ræða gífurlega metnaðarfulla vinnu fyrir svæði sem getur orðið mikið lyftistöng fyrir Suðurnesjabæ. Og ég vil gefa orðið laust undir þessum lið. Ef enginn kveður sér til hljóðs, þá setjum við atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkið þessu rétt upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Að fela sviðsstjóra skipulags og umhverfissvið að auglýsa og kynna tillögu nýtt deiliskipulag og breytingar á aðalskipulagi Bergvíkur í samræmi við 1. málsgrein 37. greinar ásamt 40. og 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Og þá erum við komin í 15. dagskrálið. Það er íbúðarsvæði sunnan Sandgerðishaugar, Skerjahverfi, tillaga að breytingu á deiliskipulagi. Á 77. fundi framkvæmd og skipulagsráðs þann 30. júní 2026
Samþykkti ráðið að leggja til við bæjarstjórn að hún samþykki deiliskipulagstillögu vegna íbúðasvæðis sunnan Sandgerðisvegar, Skerjahverfis og að hún feli skipulagsfulltrúa að senda Húsnæðis- og Skipulagsstofnun tillögum til staðfestingar í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og smá skýring á, að hér stutt lýsing skipulagsbreytinga. Afmörkuð skipulagssvæði verður stækkuð austur fyrir Skerjabraut. Íbúðum er fjölgað, austan Skerjabrautar er gert ráð fyrir nýrri húsgerð, svokölluð K-fjölbýlishúsum á 2 hæðum. Sunnan stígs gegnum hverfið er G-par og raðhúsum skipt út fyrir J-raðhús og parhús, ný húsagerð með minni íbúðum án bílskúrs. Á A-einbýlishúsum við Sjávarsker og Straumsker er skipt út fyrir J-raðhús og parhús. Norðan stígs gegnum hverfið er A-einbýlishúsum við Sjávarsker og Straumsker skipt út fyrir G2 parhúsum, sambærileg G-parhúsum í gildandi deiliskipulag en austan götu. Gatnakerfi hverfisins verður óbreytt frá gildandi deiliskipulagi, sama gildir stígakerfi innan marka gildandi deiliskipulags, en stíga verða framlengdir austur fyrir Skerjabraut með gangstéttartengingu yfir götuna og aðkoma 30 km svæðis Skerjabraut færist upp að norðausturmörkum þar sem innkoma í íbúðahverfi verður með nýrri byggð austan götu. Og hér gef ég orðið laust undir þessum lið, eitthvað sem kveður sig til hljóðs. Magnús, gjör svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, ég held að hérna séum við með bara mikla framtíðarsýn í huga. Þetta er ákall markaðarins öðruvísi byggð og ég tala nú ekki miklu meiri nýting á svæðinu. Þannig að maður er búinn að kalla eftir áður deiliskipulagsbreytingu á þessu svæði og það er loksins komið og það er ekki hægt að gera neitt annað en að vera bara ánægður með það útkomu sem að kom og vona á bara gangi fram. Og svona þegar ég lýsi allavega minni líðan, ég leið alveg afskaplega vel þegar ég sá að það voru vörubílar og grafa farin að vinna þarna allt í einu eftir 1,5 ár í hlé. Takk fyrir það, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveðast til hljóðs? Ef ekki, þá setjum við þetta í atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála deiliskipulagstillöguna, það er rétt upp hönd og það er þá samþykkt samhljóða. Þá er það 16. mál á dagskrá. Gauksstaðir, framkvæmdaleyfi til uppbyggingu sjóvarna. Á 77. fundi framkvæmd- og skipulagsráð þann 30. júní 2026 var fjallað umsókn Líon EHF framkvæmdaleyfi til endurbóta á sjóvörn við strandlengju Gauksstaða. Framkvæmd- og skipulagsráð fór yfir umsókn Líon EHF framkvæmdaleyfi vegna sjóvarna við Gauksstaði í Garði ásamt meðfylgjandi gögnum umfang útfærslu framkvæmdarinnar. Þar á meðal útboðsteikningar, verklýsingu, umsögn Veðurstofu Íslands og fyrirliggjandi samþykki Vegagerðarinnar. Er að ræða endurbyggingu og styrkingu núverandi landbrotsvarna með það að markmið að bæta vernd gegn sjávargangi og draga úr áhrifum mögulegra sjávarflóða. Ráðið samþykkti að fela skipulagsfulltrúa að veita umsóknaraðila framkvæmdaleyfi fyrir sjóvörn við Gaukstöðum í Garði. Framkvæmdin skal unnin í samræmi við framlögð gögn og gildandi lög og reglur. Ég gef orðið laust undir þessum lið. Eitthvað sem vil kveða sig til hljóðs. Ef ekki, að þá setja ég atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála þessu að rétt upp hönd. Og það er... Varstu? Þú erum bara að greiða atkvæði. Já. Það er þá fulltrúa B, S og D sem samþykja og eitt atkvæði frá M
einhver sem eru mót andvígur þessari framkvæmd? Nú ruglaðist ég aðeins í þessu. Ég ætla að fá að endurtaka þessa atkvæðagreiðslu svo þetta sé alveg rétt. Þeir sem eru sammála réttri hönd, þá eru þá öll greidd atkvæði nema 1. Er einhver andvígur tillögunni? Engin andvígur, 1 sat hjá. Miðflokkur. Daði. Og þá er það 17. mál á dagskrá, það er samtök sjávarútvegs sveitarfélaga, kynningarbréf frá samtökum sjávarútvegs sveitarfélaga lagt fram til kynningar. Efni bréfsins snýr fyrst og fremst að því að það veri að upplýsa að við erum aðilar að samtökunum. Einhver sem vill kveða sig til orðs undir þessu lið? Ef ekki, þá er þetta lagt fram til kynningar. Og þá erum við komin á 18. mál á dagskrá, fundargerð nr. 192, fundar bæjarráðs lögð fram. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þessari fundargerð? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góður daginn frá. Ég að velta fyrir mig þetta nokkru málum. Ég veit ekki hvernig þú vilt taka það, hvort eigum að taka hvert mál fyrir sig eða ég ætla að tala allavega undir 3 málum. Það er 18.13, birting fylgigagna með fundargerðum sveitarfélagsins. Þetta var tillaga sem B-listi lagði fram á síðasta fundi og hún fékk umræðu í bæjarráði og var sem sagt fékk áframhaldandi vinnslu og það átti að kostnaðargreina tillöguna ásamt víðari útfærslu. Nú síðan kemur efling streymis bæjarstjórnarfunda og ekki aðgengi á íbúa. Það er tekið til afgreiðslu í bæjarráði sem ég finnst svolítið sérstakt. Vegna þess að þessum tillögum var vísað í bæjarráð til umræðu og nánari greiningar. Þannig að það er svolítið sérstakt að það skuli ekki koma þar fram. Nú síðan er það 18.15, uppbygging knattspyrnuaðstöðu í Suðurnesjabæ. Þar kom tillaga fram líka frá B-listanum og hún er tekið til atkvæðagreiðslu bæjarráða sem er svolítið sérstakt og hún var lögð fram til umræðu. Og þarna er þetta tekið fram í þessum fasa að afgreiða tillöguna og bæjarráði. Og jú, það hafa náttúrulega allir sinn rétt á því að hafa sína skoðun og hafa sína málsmeðferð á því, en á sama tíma er að hunsa það sem að bæjarstjórn lagði til. Hún lagði til að þetta færi frekar umræðu í bæjarráði, ekki til afgreiðslu. Og það er svolítið sérstakt mál. Nú, síðan kemur að eins og með 18.15 með knattspyrnusvæðið, að þar kemur bókun sem er svolítið sérstök. Það er beiðni til bæjarfulltrúa að bæjarfulltrúar taki sig nú saman að vera með stöðunni í þessu. Að finna staðsetningu á knattspyrnusvæði.
Svo ef að bæjarfulltrúar komi tillögu staðsetningu, þá það bara fellt án umræðu. Þetta svolítið sérstakt. Svo eru menn að tala að vinna sameiginlega eða í samvinnu við einhvern hlut. Hefði ekki verið eðlilegar að vísa þessu í áframhaldandi vinnu ef þeir voru óskætti því að menn kæmu að einhverju vinnu í þessu. En þetta áhersla sem svolítið sérstök og í tillögunni sem var lögð fram, þar var ákveðin staðsetning í huga og það ekkert hægt að líta öðruvísi á en að bæjarfulltrúar sem sitja í bæjarráði og taka þess afstöðu að þeir eru að útiloka viss svæði, segja bara nei, kemur ekki til greina. Ég ekki ætla að hafa það til umfjöllunar. Þess vegna þetta svolítið sérstakt. Þannig að mér langar svolítið að fá einhverja rök sem að lúta því af hverju þetta tekið með þessum hætti. Þetta svona spurning til formann bæjarráðs. Takk fyrir þetta, Magnús. Svavar, gjörðu svo vel. Forseti, okkur bæjarfulltrúar. Ég ætla smá að fá að spila reynsluleysi spilinu þarna. Klárlega átti þetta að vera til umræðu, ekki til afgreiðslu. Það var kallað eftir í aftur á móti á fundinum að þetta væri afgreitt. Þannig að í því liggur þetta. En klárlega, og það er ekki þannig og að það sé vera að útiloka eina staðsetningu með þessu, það er bara alls ekki þar. Þannig að það kom bara hreint fram. Þannig að mögulega eru þetta bara mín skita og ég skal bara taka hann á mig, það er bara ekkert vandamál. En það er ekki verið að útiloka neina staðsetningu, það er ekki verið að því, bara vísfjari. Og bókunin eins og hún stendur. Það er bara, og við vonumst til þess að við getum leyst þetta mál farsællega. Og svo ég svari kannski líka bara hinu varðandi streymisbúnaðinn og annað. Það er bara, við stöndum náttúrulega bara frammi fyrir áskorunum í húsnæðismálum. Þessi fundarsalur eins og við vitum öll sem sitjum er of lítill. Þannig að það kannski snýr meira því að það er eðlilegra að við tökum það í farveginum þar, bættan og betri búnað. Vonandi svaraði þetta þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Svavar. Árni var búinn að óska eftir orðinu, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar og gestur. Varðandi mál 13 sem varðandi birtingu fylgigagna með fundingar sveitarfélagsins, þá var mér falið að kostnaðmeta tillöguna og það mat bara í gangi. Þetta lítur líka því að þá skoða hvaða reglur þarf þá að setja varðandi slíkt og hvernig það er hægt að gera þetta á tæknilegan hátt. Þannig að ég á nú vona því að það liggi fyrir bara mjög fljótlega og verður væntanlega kynnt fyrir bæjarráði núna á sumarmánuðum, getum við sagt. Sú vinna gengur bara vel. Þannig að takk fyrir að minna á það. Takk fyrir þetta, Árni. Bergný var búinn að óska eftir orðinu, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara taka undir orð Magnúsar sem hann fór yfir áðan varðandi afgreiðslan sem var á bæjarstjórnarfundinu, þar sem þessum 3 málum sem hann vísað til var vísað til umræðu í bæjarráði. Ég spurði mig alveg sömu spurninga og Magnús og Svavar svo sem búin að svara svo líka og vísaðast til reynsluleysis og að á fundunum sjálfum hafði verið ekki krafa að þessar 3 tillögur hefði verið teknar til atkvæðagreiðslu. Og bara aftur á því að við erum svolítið að læra bara á reynslunni og þarna hefði þá mögulega líka átt að bóka það að þær beiðnir hefðu komið fram á fundunum, þannig að þetta væri náttúrulega alveg bara algjör gagnsæi á því hvernig þessu málsmeðferð var á fundunum. Þannig að við bara lærum af þessu, held ég bara öll. Þannig að þarna bara líka segir, það er bara mikilvægt að
ritun fundagerðar sé bara mjög skýr og gagnsæ og lýsandi yfir það sem gerist á fundunum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bergný. Er fleiri sem vilja kveða sig til ljós? Haraldur? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, Magnús kallaði eftir áliti bæjarfulltrúa í bæjarráði varðandi afgreiðslu þessa máls. Ég lít ekki þannig á að það veri gerð eitthvað stórfelld mistök þarna í sjálfu sér. Það var kallað eftir því að tillagan fengi afgreiðslu. Hitt er annað mál, að því að Magnús talar að við séum þá að útiloka ákveðna staðsetningu, því fer víðsfjarri. Málið að mínum mati enn á byrjunarstigi að því leytinu til að það hafi ekkert verið tekin inn ákvörðun og við erum bara auðvitað að kalla eftir gögnum og til að vinna málið áfram, en það má auðvitað vel setja meira effort í það er svona mál og við þurfum að gera það. Við erum alltaf að bíða svolítið líka eftir því að nýraðan bæjarstjóri taki til starfa, en við setjum kraft í þetta og tökum ákvörðun sem stendur. Takk. Takk fyrir þetta, Haraldur. Eru fleiri sem vilja kveða sig til ljós? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Já. Þetta er svolítið sérstakt mál og sett upp á svolítið sérstakka máta og það breytir því ekki að mínum mati þó einhver kalli eftir einhverju að það verið að hunsa ákvörðun bæjarstjórnar. Þegar bæjarstjórn vísaði málum til frekar umræðu og vinnslu þá eru málun ekki felld. Og það var annað sem var svolítið sérstakt í þessu máli að það þurfti að senda tölvupóst til að óska eftir því að málið er sett á dagskrá í bæjarráði til umræðu. Það var líka svolítið sérstakt, en sem betur fer þá urðu menn við því. Þannig að það er eðlilegur hlutur, en betur má við duga skal og ef að orð eiga að vera eitthvað meira heldur en athafnirnar, að þá er nú ástæði til þess að breyta þessu og snúa þessu við. Vegna þess að þegar svona tillögur eru bornar upp og felldar, þá ber mönnum að taka þetta út fyrir og hafa þetta mál til afgreiðslu hér. Það er ekki hægt að gera helmingina bæjarstjórninni atkvæðalausa málið. Þannig að tillögur sem eru felldar eða greitt atkvæðum í bæjarráði, það ber að taka þær út úr og afgreiða þær hér sem sérstök mál. Og það er ekki gert. Þannig að ég hlýt að gera kröfu í það að þessi mál verði tekin upp í bæjarstjórn og borin upp til afgreiðslu. Þá hefur Haraldur Helgason möguleika á því að snúast hugur og vísa málinu áfram. Það er nefnilega líka afgreiðsla, að vísa málinu áfram í áframhaldandi vinnu. Þannig að þetta er ekki bara verið að segja já eða nei. Þetta er líka hvernig ferli við viljum sjá þetta fara í. Þannig að nú reynir nú pínlítið á hvað menn vilja og hver viljin er. Þannig að það ber bara að virða það ef að menn snúast hugur. En ég ger allavega kröfu þegar að þetta mál verið tekin upp og afgreitt. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sig til orðs? Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna líka upp undir fundagerð bæjarráðs 192 og ætla að fá að tala 1813, 1814, 1815 eins og hefur verið hérna til umræðu. Þetta eru tillögur sem við í B-listanum lögðum til á síðasta bæjarstjórnarfundi
og það bara því ber að fagna að birting fylgigagna svo til að hún hafi fengið hljómgrunn fyrir þá sem eru með atkvæði til bæjarráði og vísa þeim til áframhaldandi vinnsluferlis. En það eru hins vegar mikil vonbrigði að sjá það að efling streymis bæjarstjórnarfunda og ekki aðgangi íbúa að bæjarstjórnarfundum sé fellt og að uppbygging knattspyrnuaðstöðu í Suðurnesjabæ sé líka fellt. Og krafa afgreiðslu á málinu, það var krafa að máli fengi eitthvað brautagengi á fundinum en eins og Magnús Sigfús kom inn á að þá afgreiðsla líka á málinu með að vísa því í áframhaldandi ferli, vinna það á milli funda, vísa því í íþrótta- og tómstundaráð, vísa því í skipulagsráð. Það hægt að fara með hlutina með ýmsum hætti í afgreiðsluforminu heldur en að fella bara málin. En fyrir mér þá kristallast þetta þannig að meirihlutinn hann ekki á því að setja mikinn kraft í uppbyggingu knattspyrnuaðstöðu í Suðurnesjabæ. Liðin okkar eru þá að fara að æfa áfram í öðrum sveitafélögum í vetur með tilheyrandi kostnaði inn í Hafnarfirði og í Reykjanesbæ sem miður og þetta náttúrulega bitnar langmest á ungviðunum okkar að þau séu að sækja æfingar út fyrir sveitafélagið út af því að það gríðarlega mikilvægt að við komum knattspyrnunni út úr íþróttahúsunum til þess að auka svigrúmi fyrir aðrar íþróttir. Þess vegna það mikil vonbrigði að þessi tillaga verið felld og ég get tekið undir með Magnús Sigfús, við gerum bara hreinlega kröfu í það að þessar tillögur sem voru felldar að þær verið teknar inn með afbrigðum og þær verið að klára hér á þessu fundi. Takk fyrir þetta, Anton. Forseti óskar eftir stuttu fundaliði.
Herri, já, þá erum komin aftur. Hér er komin tillaga frá Antoni hjá B-lista að taka málsliði 1814 og 1815 undir málsliði 18 inn með afbrigðum og þá berum við þá tillögu upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru því sammála að taka málinu upp með afbrigðum gefa merki. Og það er semst samþykkt með 2 atkvæðum B-lista. Þeir sem eru andvígir að taka málinu upp með afbrigðum réttum eða sem gefa merki. Og það er þá semst atkvæði S-lista og atkvæði D-lista sem greiða atkvæði á móti. 2 sátu hjá M-lista. Og þá ætlar forseti að fá að leggja fram tillögu og það er að málsliðir 1814 og 1815 undir máli 18 verður vísað að nýju til bæjarráðs til umræðu. Einhverjir sem vilja kveða sér hljóðs undir tillögunni? Já, Magnús, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég fagna þessu viðsnúningi, ég segi bara eins og er og ég lít svo á að við séum að virða ákvörðun bæjarstjórnar sem var tekin á síðasta fundi með þessari afgreiðslu, þannig að þá kemur einhver umræða þessi mál með nánari skýringu. Þannig að mér fannst óeðlilegt að þetta skyldi hafa verið afgreitt með þessum hætti í bæjarráðinu, þar sem þeim var falið að ræða málið. Að mínu mati voru þeir að taka ákvörðun, þeir hefðu getað komið með alls konar yfirlýsingar þetta að þeir leggi til að þetta eða hitt hefði verið gert, en þeir völdu að fella tillöguna sem að mínu mati er sú versta afgreiðsla sem að menn tóku. Þess vegna lít ég bara mjög jákvæðum augum á þessu sé vísað aftur í bæjarráð. Takk fyrir þetta, Magnús. Einhverju fleiri sem vilja kveðast til hljóðs? Svavar, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég kannski bara aftur, þetta voru klárlega ákveðin mistök sem voru gerð á síðustu fundi og ég bara held að það sé frábært innlega við spólum tilbaka og skrifum tilbaka og tökum þetta mál á öðrum forstum inn í bæjarráð til umræðu og höldum þessum málum gangandi í báðum tímur af því að þetta eru 2 mikilvæg mál, klárlega. Takk. Takk fyrir það, Svavar. Eru fleiri sem vilja kveða sig til hljóðs? Daði, gjörðu svo vel. Ágæti forseti. Það er ekki sama hvaðan gott kemur, en þetta er farsarlaust. Mér langar nú að fara í mál 8.3. Sérstaklega svona í ljósi þess að það var á seinasta bæjarráðsfundi og þar var það samþykkt, meðal annars með mín atkvæði. Við höfum síðan fengið ábendingar frá íbúum sem að mér finnst rétt að áreita á bæjarstjórn Suðurnesjabæjar áreiti að þótt að ég sé sammála málinu að leyfa hjólunum að koma í bæjarfélag, þá held ég svona eftir á að hyggja við höfum kannski geta gert aðeins betur heldur en við gerðum. Við höfum geta verið með eitthvað tilkynninga þar sem að við svona minnum og öryggisatriði varðandi þessi notkun á þessu hjólum. Og ég velti fyrir mig hvort að fundurinn geti sammals í einhverja bókun þar sem við áreitum það að þessar reglur þar sem að gefnar út á hopp. Ég veit ekki hvort það sé viðeigandi en ég myndi svona leggja til að vera með bókunin að klára hvort að það sé einhver stemning fyrir því. Takk fyrir það, Daði. Eru fleiri sem vilja kveða sig til hljóðs?
Já, Bergný, gjörðu svo vel. Ágætu forseti og fundarmenn, ég tek undir orð Daða en það var að birtast frétt þetta á heimasíðu sveitarfélagsins. Ég veit ekki hvort Daði sé búinn að sjá hana en það fjallað sem sagt þá samninga við fyrirtækið og áréttaðar reglur tengt aldri og umgengni og fleiri. Þannig að ég gerir ráð fyrir að þetta mál eigi bara eftir að skýrast enn betur þegar allt fer á fullt og samningar klárir. Kannski Árni geti frætt okkur meira stöðu samninga við fyrirtæki sjálft, en allavega það komið frétt á heimasíðuna. Takk fyrir það, Bergný. Árni, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar og gestur. Það rétt það sem Bergný sagði, við fengum svona smá ára umræða hjá okkur þetta núna í byrjun viku varðandi hoppjólin og í framhaldi af því var ákveðið mitt að setja saman frétt inn á vefsíðu sveitarfélagsins til þess að útskýra þetta en þau hófu starfsemi held ég bara núna í byrjun viku í sveitarfélaginu og við höfum verið í samskiptum bara við þetta fyrirtæki tengileg þess bara síðast í dag og í þessari frétt svona ýmis umgengnisatriði áréttuð. Þetta auðvitað eins og aðrar tæknilausnir, það eru kostir og það eru gallar og það útskýrt aðeins betur þarna og þetta auðvitað eins og kom fram í bókun bæjarráðs á síðasta fundi að þar síðasta fundi sem hér til umræðu að þá tilraunaverkefni að ræða og þetta prufa í sumar og það eru þó nokkuð sveitarfélög sem hafa verið byrjað með tilraunaverkefni og sem reyndar enda með því að vera með þetta til lengri tíma. Ég boðið fleirum að taka þátt í hjá sér og við höfum verið að kynna okkur það núna í vikunni, hvernig það hefur verið útfært og hvernig svona tilrauna tímabil metið í lok tímabilsins. Og við áttum ágætis samtal hér við forstöðumann umhverfismiðstöðvar í morgun varðandi þetta. Þannig að ég bendi bara hvet ykkur að kíkja á fréttina og ég held að bara við getum öllur sammála væntanlega það að það auðvitað þarf að passa upp á umgengni og öryggisatriði í tengslu þetta eins og aðra lausnir. Takk fyrir mig. Eru fleiri sem vilja kveðast til orðs? Ef ekki, að þá, Svavar, gjörðu svo vel. Sveitarfélagið ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara hjartanlega sammála því sem að Daði sagði hérna og mér finnst í sjálfu sér ekkert af því að við sem bæjarstjórn ályktum þetta mál að þetta sé tilraunaverkefni þar sem lögð verið áhersla á öryggisatriði og fleiri þætti. Það skiptir máli og þetta klárlega, það hópur sem mótfallinn þessu verkefni og þannig að það kannski ýtir enn meira á okkur að tryggja það að þetta sé almennilega gert og sé rétt gert. Þannig að mér finnst í sjálfu sér allt í lagi að við sem bæjarstjórn setjum frá okkur ályktun í þessu máli. Takk. Takk fyrir þetta, Svavar. Eru fleiri sem vilja kveða sig til hús? Ef ekki, að þá er þessi fundargerð fram. Árni? Var búið að leggja til atkvæðagreiðslu, tillögunni? Já, að... Nei. Já, að vísa átjón. Já. Takk fyrir ábendinguna. Til að leggja, setja lið 1814 og 1815 aftur til bæjarráðs til umræðu. Fekk ábendingum að þetta eftir að greiða atkvæði varðandi þessa tillögu. Þeir sem eru samþykkir tillögunum að vísa þessum tveimur liðum aftur í bæjarráð til umræðu, rétt upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir ábendinguna. Og þá er það aðra leyti en þessi fundargerð lögð fram. Og þá er það 19. mál og
og það er fundargerð 192. fundar bæjarráðs sem er lögð fram. Er eitthvað sem vill taka máls við fundargerðina? Magnús, gjör svo vel. Þetta ekki með 193. 192 fyrir ekki, 19. mál á dagskrá, fundargerð 192. fundar bæjarráðs. Þú varst að ræða hann á það, sko? 190, þú ertu komin í 193. Við erum að fara í 193. Það séu. Já, afsakið. Ég sé að það er hérna tvítekið, afsakið. Það er rétt í okkur. Þetta er þá 19. mál á dagskrá, fundargerð 193. fundar bæjarráðs sem er lögð fram og er eitthvað sem vil taka til máls. Magnús, gjör svo vel. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Ég hrökk við, ég held að ég ætla að endurtaka mig í hinn umræðinni. Og það hefði verið svona til að tegja lopan. En ég er hérna með 1913. Félag eldri borgara á Suðurnesjum, samningur og fleira. Ég ætla bara að gleðjast yfir þessari nýjung sem er að gerast þarna. Fráfarandi er meiri hluti sem var skipaður sömu flokkum. Fannst þetta algjör óþarfi á sínum tíma að koma að stað einhverju samkomulagi við þessa aðila. Ég held að við hljótum að gleðjast yfir því að eldri borgarar skuli fá aðstöðu til að vera með sitt félagsstarf yfir sumartíman, svona allavega meðan á lokaðir. Þannig að þeir eru þarna að spila púl og fleira og ég held að þetta sé bara mjög þarfur punktur og sérstaklega inn í þá umræðu sem að búin að vera í kringum þetta, að koma með einhvað skref tilbaka og reyna að, ég held að þetta sé bara mjög jákvætt. Takk fyrir það, Magnús. Ég tek heilshugar undir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Daði, gjör svo vel. Ágæti forseti, ég ætla nú að taka undir með bæjarfulltrúa Magnúsi, en jáfnframt kannski lýsa skoðuminni sem ég lýst á bæjarráðsfundi. Mér finnst þetta mál ekki eiga heima á borðum bæjarráðs. Þetta er eins og við færum að skipta okkur hver er að leigja samkomuhúsið. Þetta eru starfsmenn sem það bara taka þessu ákvörðun og hann að auðvitað geta félag eldri borgara eða eitthvað annað félag, ef það er ósátt með svörin sem það fær frá starfsmennu, þá er sjálfsagt að taka það fyrir bæjarráð og svo bæjarstjórn, en þetta er svona mál sem að, ég meina, starfsmenn, fyrir mitt leyti þegar starfsmenn bara ákveða þetta, en frábært skref. Takk fyrir það, Daði. Eru fleiri sem vilja kveðja sér til ljós? Ef ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram og þá eru komið á 20. lið og það er framkvæmda skipulagsráð nr. 76 og hún er lögð fram. Er eitthvað sem vil taka til máls? Ef ekki, þá er hún lögð fram. Og þá er 21. mál, það er ferðasafna og menningaráð, nr. 41 og fundargerð lögð fram. Er ykkur sem vil taka til máls undir þessum lið? Já, Bergný. Forseti og aðrir fundarmenn. Þetta er nú bara það að því að í þessari fundargerð er verið að fjalla vitadaga sem að styttist óðum í og bara vert að minnast á þá og hvetja íbúa til virkra þáttöku þegar að þeim koma. Þannig að það styttist í hátíðina, þannig að það voru gaman. Takk fyrir það, Bergný. Tek undir það. Hvetjum alla bæjarbúa að taka þátt í vitadögum. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Anton, gjörðu svo vel.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég kem hérna upp undir fundargerð ferðasafna og menningaráðs og get tekið undir með Bergný. Ég hlakka til vita daga. Það verður gaman að bærinn hann mun allur iða á lífi og vonandi að flestir bæjarbúar munu taka þátt í þeirri dagskrá. Ég sé að að dagskráin hefur verið þarna með kringum 7 mál á dagskrá. Ég er kannski einn af þeim sem hugsa yfirleitt fram í tíman og hef saknað þess í sveitarfélaginu að það hefur ekki verið vilji hjá bæjaryfirvöldum til þess að halda veglega upp á áramótin með kannski veglegri áramótabrennu. Þannig að mér langar kannski bara að brýna til meirihlutans að það sé huga á þeim þáttum snemma að reyna að finna, núna þegar hausta tekur, að finna kannski einhvern góðan stað fyrir áramótabrennu í sveitarfélaginu. Þetta eru svona hefðir og þetta er mikilvægt fyrir marga að geta farið á áramótabrennu. Ég veit við verið með þessa kyndlagöngu, en það er einhvern veginn í mínum huga ekki sama stemmingin að vera með svona kyndlagöngu. Þannig að og ég veit að þetta er háð ströngum skilyrðum, brunaeftirlits og reglum þar í kringum með en það er þá þannig í pólitíkinni að þetta er allt mannanna verk. Það er hægt að finna öllum hlutum einhvern farveg og við hljótum að geta sammælst einhvern stað í sveitarfélaginu þar sem hægt að halda veglega áramótabrennu. Þannig að þetta er bara svona brýning með það að áramótin verður ekki klúðrað einu sinni með því að sleppa þessu. Takk. Takk fyrir það, Anton. Ég tek fyrir mitt leyti tekið pínu undir þetta. Árni, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar og gestur. Þetta er góð brýning, Anton. Þetta er náttúrulega áður verið rætt á vettvangi ferðasafna og menningaráðs nokkrum sinnum. Og það eru nú ýmsar skýringar á þessu og það helsta er að það finnast engir góðir staðir sem eru í þéttbýli, hvorki Sandgerðismegin né Garðsmegin, fyrir slíka brennu sem uppfyllir þau skilyrði sem hún þarf að uppfylla. Og það var nú tekin ákvörðun það, ef ég man rétt, 24 frekar en 5, að eftir nokkra greiningu að stefnt er því að hafa brennusvæði á miðjunni. Og það var farið í ýmsar greiningar þar, en svo vinna stöðvaðist og það er kannski bara tilefni til þess aðeins að taka upp þráðinn þar og mögulega mætti taka það bara inn á dagskrá næsta fundar. Hver sé staðan á þessu brennustæði sem var stefnt að? Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Árni. Eru fleiri sem vilja? Anton, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta er nefnilega mál sem hefur hefði mátt vinna hraðar en við sem erum lengri en 2 vikur í þessu að við munum það alveg af hverju þetta stöðvaðist. Það var vegna þess að fráfarandi meirihluti ákvað að fara að hanna fótboltavöll á miðjunni þar sem brennustæði átt að vera og þess vegna var sú vinna öll sett í baklás. Þannig að þess vegna stóð hnífurinn í kúnni en ég held að allir skynsami menn sem eru búin að átta sig á því að það er kannski fjarlægri draumur að það sé kannski ekki raungerast á næstu mánuðum eða næstu misserum að þá sé alveg tilvalið að skoða að hafa brennustæði þarna einhvers staðar á miðjunni. Takk. Takk fyrir það, Anton. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram og þá eru við komin á 22. mál, það er Hafnaráð nr. 34 og það er lagt fram. Er eitthvað sem vil taka til umræð? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já. Ég er eiginlega með fyrirspurn þetta. Við erum nú búin að afgreiða fyrir á fundinum málefni sem brann á Hafnaráði á síðasta fundi. En ég hrökk svolítið við
sem langar mig að spurja starfandi hafnarstjóra að því að þegar ég var að fletta símanum mínum þá hoppaði upp á Facebook allt í einu tilkynningum það að Sandgerðishöfn yrði lokuð frá, ég man ekki, mér minnir að það verið, það var allavega frá síðustu helgi og út ágúst. Og þetta tæpri viku eftir Hafnarásfund. Og ef að svona hugmyndafræði hefur verið á taktinunum eða þá hefði náttúrulega verið eðlilegt að vera með þetta mál inn á Hafnarásfundinum. Mér finnst alveg óeðlilegt þegar við erum að taka ákvörðun að loka svona hlutum, þá ánáttúrulega stjórnsýslan að taka ákvörðun það hvort að þetta sé réttlætanlegt eða ekki. Og við verðum þá að færa fyrir því rök á hvaða forsendum við erum að gera það. En eins og þetta sett fram, þá finnst mér þetta alveg bagalegt. Ég hef ekki fengið rökin fyrir þessu. Við fengum þetta ekki sent í tölvupósti. Þannig að það er bara, ég veit ekki, ég get ekki ímynd að vera að maður sé að gera þetta einn. Það hlýtur að vera einhver sem er ráðfærið sig við þetta, en allavega skýringi sem ég fekk, hún var ekki glæsileg, en ég ætla ekki að fara með hana hér. Því þá þarf ég að bera upp einstaklinga. Og ég vil ekki gera það, en mér bara athöfnin og aðferðafræðin finnst mér algjörlega óeðlileg. Þess vegna spyr ég bara hafnarstjóra, varstu með í ráðum í þessu eða hvernig stendur á þessu? Takk fyrir það, Magnús. Árni Gísli. Takk fyrir það. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar og gestur. Já, þetta bara góð spurning, Magnús, og hefði þetta mátt koma fyrr? Já, ég get alveg tekið undir það. Var mér kunnugt það fyrirfram? Nei. Þetta nú samt þannig að þarna erum við að taka ákvörðun af bara tillit til þess hvernig verkefnin eru, og ég mitt ræddi nú við þann stjórnanda sem þarna að þarna hann var búinn að ræða við útgerðaraðila og það væri ekki stefnt á neinni löndun þessar helgar, búinn að ræða við þá sem eru hér eða hafa verið að landa hér helgar, og hann segist búinn að tala við alla hugsanlega útgerðaraðila og það stefnir ekki í þetta. Hins vegar það þannig að hann og okkar starfsmenn á höfninni til taks ef á þarf að halda í útgjaldssíma, og þá þetta að opna höfnina. Og hefur verið mjög lítið nýtt helgar núna frá því að stopp kom hjá stærstu útgerðaraðila á svæðinu og bara nánast ekki neitt verið. Og þess vegna held ég að þetta hafi verið gert til þess að reyna að ná fram einhverju hagræðingu og vera þá ekki meðan að opna ef engan þarf á þjónusta, og geta þannig einhvern sem að sumarleyfis tímabil hans að fáa starfsmenn eru í húsi. En ég get alveg tekið það, þetta hefði mátt koma fyrirfram og ég held að við ættum að leggja áherslu á það að það sé þannig fyrir næsta sumar tímabil. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Árni. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég vil þakka hafnarstjóra við svörina og ég gleðst líka yfir því að hann skildi ekki að hafa verið þáttakandi í þessari aðgerð. Og maður veltir fyrir sér þeim hluta ef einstaklingar sem eru forstöðumenn stofnana geta tekið ákvörðun það að loka bara og skerða þjónustustigið á einhverjum forsendum, þá þurfa náttúrulega að liggja fyrir því rök á hvaða forsendum. Rökin sem komu og sem ég heyrði að þetta sparaði töluverðan pening fyrir höfnina. Af því að þeir fá borgað
4 tíma í nætuvinu á höfninni og þá þyrfti ekki að borga þá. En starfskjörin á höfninni eru bara með öðrum hætti. Þetta eru menn í fastri vaktavinnu og þar af leiðandi á föstum mánaðarlaunum og það er ekkert verið að gera annað en að gefa bara mönnunum frí. Það er engin sparnar í launagreiðslum. Þannig að það sem lútir að þessu er eingöngu skerðing á þjónustu. Og við vorum að tala um það á síðasta hafnaráðsfundi með viðhaldið og aðgert á þjónustu. Þessi menn hafa verið að vinna alla hennar tíma. Og þegar að menn er að taka síman, þá eru menn konur á bakvakt og þá fá þau laun. Þá spyr ég, hvar er sparnaður? Ef þið getið sagt með sparnaðin, þá er það mjög gott. En þegar maður breytir vaktafyrirkomulagi, þá þarf að leggja það fram með mánaði fyrirvara. Og ef þú ætlar að segja úr starfskjörum, þá þarf þetta að segja það upp með uppsagnarfresti. Þetta vita menn alveg sem er að starfa í stjórnsýslunni. Þannig að ég sé ekki með nokkrum út í sparnaðinu við þetta, en oft er þetta ná samkomulagi hlutina í samráði við starfsmenn, en þá er alveg líki hlutverk. Það er að forstöðum að leggja þetta fyrir stjórnarráð. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveðast til ljós? Árni, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar. Eins og málið hefur verið kynnt fyrir mér að þá sé þarna einhvern sparnað að ræða og þetta hefur verið gert í samræði starfsmenn. En þetta eru góðir bara punktar og punktar sem við höfum velt fyrir okkur aðeins í vikunni og tekið umræðum þá. Þannig að bara þakka fyrir það. Takk fyrir það, Árni. Fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, þá er þetta lagt fram og þá eru komin í 23. lið ársfundur Þekkingarseturs Suðurnesja, fundargerð 4. ársfundar Þekkingarseturs Suðurnesja, dags 21.5.26. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá er þetta lagt fram. 24. mál, Samband Íslenskra sveitarfélaga, fundargerð frá 2026 til fundargerð 2026. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá er það lagt fram. Og þá er það 25. mál, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, fundargerð 2026. Og hún lagði fram, er eitthvað sem vil taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá er þetta lagt fram. 27. mál, það er Kalkar sorpeyðingarstöð, fundargerð 2026. Það er lagt fram. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá er það lagt fram. Og það er 27. mál á dagskrá, það er Brunavarnir Suðurnesja, fundargerð frá 2026 og það er lagt fram. Eitthvað sem vil taka til máls? Já, Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir fundargerð Brunavarna Suðurnesja sem er dagsett 12. júní síðastliðinn. Eins og ég kom að máli á síðasta fundi bæjarstjórnar þá var ég að fjalla fyrirhugaðri breytingu á kostnaðarhlutdeild sveitarfélaga varðandi inngreiðslur til byggðasamlagsins og fór þar yfir ákveðna þætti sem að ég svona var búinn að heyra utan af mér sem stæðu í pípunum og í kortunum og sem snúa sérst að því að breyta reikningstölunum af því sem er greitt inn í byggðasamlagið með þeim hætti að það sé ekki lengur einungis greitt eftir íbúafjölda sveitarfélaga inn í byggðasamlagið heldur að það sé tekið mið af brunabóta og fasteigna mati. Það þýðir að það mun alltaf hafa í för með sér að það yrði
breyting á reikningsstöðlunum og kæmi þannig út fyrir okkur og öllu líkindum að það myndi stóra auka kostnaðarhlutdeild okkar í brunavarnum í þessu byggðasamlagi. Ég sé á þessum fundi að þá hefur þetta ekki verið tekið fyrir með formlegum hætti, heldur hefur verið að skipta með stjórn, hefur verið að skipta með sér verkum og þar fram eftir göttunum, svona formlegri hlutir í gangi. En mér langar að beina spurningum minni til Hauks sem þar sem hann situr fyrir hönd sveitarfélagsins í stjórn brunavarna, hvort að þetta hafi eitthvað borið á tali með óformlegum hætti, eins og oft meðal kjörinu fulltrúa fyrir eða eftir fund. Og hvort hann hafi einhverja vitneskju fyrir áætlanir Reykjanesbæjar og mögulega Voga í þessu máli. Takk. Takk fyrir það, Anton. Til að svara, þá var það alveg rétt að bara svona formlegum fundur þar sem við vorum að skipta með þessi verkum á þessum fundi, svona kynna aðstöðuna og var farið yfir annars vegar hluta til bara tækjamál, hvernig rekstrarniðurstaða sem var nokkuð jákvæð, endurnýjun búnaðar sem var að koma inn, en þetta var ekki tekið fyrir á þessum fundi hvorki formlega né óformlega. En út frá síðasta fundi, það sem þú vaktir athygli á þessu, það var náttúrulega meðvitaður það, og við þurfum bara að fylgjast mjög grannt með því og gæta okkar hagsmuna í því máli. Ég tek heils hugar undir með því. Á þessum, til þess að vekja athygli, á þessum fundi þá fyrir atkvæðagreiðslu þá var farið í, spurði út í hlutverkaskiptinguna hana. Þar var kosning og þar Reykjanesbær bæði með formann og varaformann. Vogar voru með ritaran, en það féll í okkar hlut að sinna að vera ritarar á fundinum þar. Og ég lagði það til svona formlegu spjalli fyrir atkvæðagreiðslu hvort það væri ekki eðlilegt að taka upp umræðun það að jafna valdastruktúrin inn í nefndinni, en það þarf að taka á öðrum stað en þarna. Þannig að við erum grundvelli. En að öðru leyti líki máli mínu hvað þetta var að gjör svo vel, Anton. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég þakka fyrir greinargóð svör, en við þurfum, eins og ég segi, að vera á varðbergi varðandi þessar breytingar fyrirhugum á breytingum á samþykktunum. Það nóg að 2/3 hluti aðildafélaga að byggðasamlaginu samþykki breytingarnar og þá verðum við undir í því, þannig að við þurfum að eiga gott samtal líka við vogamennina varðandi þessa þætti, hvernig þeir sjá þetta fyrir sér. En varðandi stjórnununa á byggðasamlaginu og uppsetningu á stjórninni að þá þetta svolítið þannig og hefur verið þannig í gegnum tíðina að Reykjanesbær hefur svona verið í drottnunarstöðu varðandi þessa þætti og ég minnist þess nú bara síðast þegar að vera að breyta samþykktum stjórnar SSS og þá 2 bæjarfulltrúar hér í þessari bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili sem tóku einir til varna fyrir Suðurnesjabæ, það sá sem hér stendur og bæjarfulltrúi Magnús S. Magnússon, fráfarandi meirihluti, greiddi allur atkvæði með því að Reykjanesbær eigi formanninn 3 ára 4 á kjörtímabilinu sem algjörlega afglöp á mínu viti. Það var þannig að Reykjanesbær átti formanninn annarkvört ár og svo aðaltasveitarfélögin hinn annarkvört ár. En nú búið komaði þannig fyrir að þökk sé Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni í Suðurnesjabæ að við eigum næst formann SSS eftir 12 ár og það kalla ég ekki samstarf. Það bara valdníðsla að mínum mati. Það ekki samvinnuhugsjón í því. Þetta samstarfsvettvangur og það sama með brunavarnir að þetta samstarfsvettvangur þessara sveitarfélaga og auðvitað á formaðurinn og varaformaðurinn að koma frá Vogum og Suðurnesjabæ alveg eins og Reykjanesbæ. Við erum öll að greiða inn í þetta þó að eitt sveitarfélagi sé stærra en hitt, þá þetta samstarfsverkefni og samvinnuvettvangur sveitarfélagana og það saman með stjórn SS. Þannig að ég fagna bara því að fulltrú okkar hér hafi vakið máls á þessu á síðasta fundi og ætla að gæta með sterkum hætti hagsmuna Suðurnesjabæjar. Takk fyrir þetta, Anton. Já, Haraldur, búin að óska eftir orðinu.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil taka undir orð síðasta ræðumanns og svari Hauks líka. Það er ekkert í svona samstarfi neitt sem getur talast eðlilegt alltaf að einhverja í krafti starða sinnar ráði alltaf fyrr þegar menn eru í samstarfi. Það er með þess að fordæmi fyrir því að fyrir 8 árum síðan að þá í heilbrigðisnefnd Suðurnesja sem við náttúrulega eigum sæti líka og öll sveitarfélögin á Suðurnesjum, þar í upphafi kjörtímabils var verið að kjósa formann, nefndin kýsir formann og þá var það fulltrúi Suðurnesjabæjar sem vann þá kosningu og var formaður heilbrigðisnefndar það kjörtímabil fyrir Suðurnesjabæ. Þannig að þetta er líka bara okkar sem hér erum og sitjum í þessum sameiginlegu nefndum og stjórnum að það þarf svolítið að hafa fyrir hlutunum og berjast fyrir því. En það er alls ekkit vonlaust, alls ekki. Takk. Takk fyrir það, Haraldur. Eru fleiri sem kveða sér til hljóðs í þessu máli? Ef ekki, þá er það bara lagt fram. Þá er það 28. mál á dagskrá, það er samtök sjávarútvegssveitarfélaga fundargerðir sem er lögð fram. Eitthvað sem vil kveða sér til hljóðs? Ef ekki, þá er það lagt fram. Þá er 29. mál á dagskrá, það er ársfundur MSS frá 2026. Eitthvað sem vil kveða sér til hljóðs? Ef ekki, þá er það lagt fram. Og þá er það 30. mál á dagskrá, það er heilbrigðisnefnd Suðurnesja, fundargerð frá 2026. Er eitthvað sem vil kveða sér til hljóðs undir þessum lið? Ef ekki, þá er það lagt fram já. Og þá er ekki fleira á dagskrá fundarins og óska ég eftir að fundargerðin verði lesin upp og borin svo upp til staðfestingar. Forseti óskar eftir stuttu fundarhlé, svo ritari geti gert klárt fyrir upplestur.
Já, þá erum við komin aftur. Þá stæði ósk eftir að fundargerð er lesin upp, borin upp fyrir fundin. Jóna, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestur. Hér verður lesin fundargerð 93. fundar bæjarstjórnar haldin í Ráðhúsinu í Garði miðvikudaginn 15. júlí 2026 klukkan 17:30. Fundin sátu Haukur Andrésson, Bergný Jóna Sævarsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Anton Kristinn Guðmundsson, Haraldur Helgason, Daði Bergþórsson, Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir Hæde, Svavar Gretarsson, Egill Rúnar Sigurðsson, Árni Gísli Árnason og Jóna Kristín Sigurjónsdóttir. Fundargerð ritaði Jóna Kristín Sigurjónsdóttir, gæða og skjalastjóri. Fyrsta mál á dagskrá ráðning bæjarstjóra Suðurnesjabæjar. Þar tóku til máls HA, DB, MSM, SG, AKG, ERS, HH og BJS. Bókun bæjarfulltrúa B og M-lista var færð orðrétt inn í fundargerð. Afgreiðsla samþykkt var með atkvæðum bæjarfulltrúa D og S að ráða Alexandru Jóhannesdóttur sem nýjan bæjarstjóra Suðurnesjabæjar og staðfesta framlagðan ráðningarsamning. Bæjarfulltrúa B og M-lista sátu hjá. Bókun bæjarfulltrúa D og S, Alexandra Jóhannesdóttir, nýr bæjarstjóri Suðurnesjabæjar, boðin velkomin til starfa með vonum gott og farsælt samstarf. Mál 2, siðareglur og góðir starfshættir kjörinna fulltrúa. Þar tóku til máls MSM og SG. Afgreiðsla, siðareglur kjörinna fulltrúa samþykktar samhljóða verða undirritaðar og kynntar fyrir öllum nefndum og ráðum ásamt því að vera gerðar aðgengilegar á vefsíðu Suðurnesjabæjar. Bæjarstjóri er falið að senda þeim til staðfestingar til innviðaráðuneytis í samræði við 1. málsgrein 29. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Þriðja mál, úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóð Suðurnesja. Það var samþykkt með atkvæðum fulltrúa S og D-lista, fulltrúa M-lista satt hjá. B-lista líka. Það, tók til máls. B-listi greiddi atkvæði með þessu. Já, ég bara er með þetta, þetta er í rauninni, ég var að lesa frá fundinum, inngangnum, þannig að ég var að lesa vitlaust, þannig að tók til máls er AKG. Afgreiðsla samþykkt með 8 atkvæðum frá bæjarfulltrúum D-lista, S-lista, B-lista og Sigrún Hörpu Sigurjónsdóttir frá M-lista að staðfesta tilnefningu fulltrúa í úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóð Suðurnesja til stjórnar sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Bæjarfulltrúi Daði Bergþórsson frá M-lista satt hjá. Mál 4. Afgreiðsla samþykkt samhljóða að staðfesta tilnefningu fulltrúa í samráðshóp málefni fatlaðs fólks. Mál nr. 5. Sólborgir tóku til máls DB, BJS, MSM og AKG. Afgreiðsla samþykkt samhljóða að vísa málinu til umfjöllunar í bæjarráði. Mál 6. Sandgerðishöfn viðhaldsmál tóku til máls AGA og DB. Afgreiðsla tillögur í minnisblaði að framkvæma dýptarmælingar í Sandgerðishöfn samþykktar samhljóða og vísa til gerðs viðauka. Mál 7. Fjárhagsáætlun 2026 viðaukar. Afgreiðsla samþykkt samhljóða að staðfesta viðauka nr. 5. Mál 8. Fjárhagsáætlun 2026 viðaukar. Afgreiðsla samþykkt samhljóða að staðfesta viðauka nr. 6. Mál 9. Fjárhagsáætlun 2026 viðaukar. Tók til máls AGA. Afgreiðsla samþykkt samhljóða að staðfesta viðauka nr. 7. Mál 10. Fjárhagsáætlun 2026 viðaukar. Tók til máls AGA. Afgreiðsla samþykkt samhljóða að staðfesta viðauka nr. 8. 11. Mál nr. 11. Fundaráætlun bæjarstjórn og bæjarráð. Tóku til máls DB, AKG og AGA. Forseti bæjarstjórnar tók fundarhlé 18:40, fundur aftur settur klukkan 19. Afgreiðsla fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs út september 2026 samþykkt með atkvæðum frá bæjarfulltrúum D-lista, S-lista, B-lista og atkvæði frá Sigrún Hörpu Sigurjónsdóttur B-lista. Bæjarfulltrúi Daði Bergþórsson frá M-lista greiddi atkvæði á móti. Mál nr. 12. Starfskjör kjörinna fulltrúa og nefndalaun. Tók til máls DB.
Þar kom tillaga frá bæjarfulltrúa M-lista sem er rituð eins og hún barst í fundagerð og afgreiðsla á tillögu M-lista að fella niður grein 2.2 var felld með atkvæðum bæjarfulltrúa D-lista og S-lista. Bæjarfulltrúar M-lista greiddu atkvæði með, bæjarfulltrúar B-lista sátu hjá. Bókun barst líka frá bæjarfulltrúa M-lista sem rituð orðréttin eins og hún barst. Afgreiðsla samþykkt með greiddum atkvæðum B-lista, D-lista og S-lista að staðfesta samþykkt starfskjör kjörinna fulltrúa nefndalaun. Bæjarfulltrúar M-lista greiddu atkvæði á móti. Mál númer 13, aukafundur hluthafa í Bláa lóninu, 26. Afgreiðsla samþykkt samhljóða að veita Árna Gísla Árnasyni starfandi bæjarstjóra umboð til að sitja aukafund hluthafa fyrir hönd Suðurnesjabæjar. Mál númer 14, Bergvík, nýtt deiliskipulag og breyting á aðalskipulagi. Tók til máls HA, afgreiðsla samþykkt samhljóða að fela sviðsstjóra skipulags og umhverfissviðs að auglýsa og kynna tillögu nýtt deiliskipulag og breyting á aðalskipulagi Bergvíkur í samræði við 1. málsgrein 37. grein ásamt 40. og 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Mál númer 15, íbúðasvæði sunnan Sandgerðisvegar, Skerjahverfi, tillaga að breyting á deiliskipulagi. Tók til máls HA og MSM. Afgreiðsla samþykkt samhljóða að staðfesta breyting á deiliskipulagi vegna íbúðasvæði sunnan Sandgerðisvegar, Skerjahverfis og sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs falið að senda húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnun tillöguna til staðfestingar í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Mál nr. 16, Gauksstaðir framkvæmdaleyfi til uppbygginga sjóvarna. Afgreiðsla samþykkt með atkvæðum B-lista, D-lista, S-lista og Sigrúnar Hörpu Sigurjónsdóttir bæjarfulltrúa M-lista að veita framkvæmdaleyfi fyrir sjóvörn í Gauksstaði í Garði. Bæjarfulltrúa M-lista Daði Bergþórsson sat hjá. Mál nr. 17, samtök sjávarútvegssveitarfélaga kynningarbréf, afgreiðsla lagt fram til kynningar. Mál nr. 18, fundur bæjarráðs nr. 192, tóku til máls MSM, SG, AGA, BJS, HH, AKG og DB. Forseti bæjarstjórnar tók fundarhlé kl. 19:30 og fundur aftur settur 20:04. Upp kom tillaga frá Antoni Kristni Guðmundssyni bæjarfulltrúa B-lista að taka upp mál 1814 og 1815 með afbrigðum sem var lögð í atkvæðagreiðslu. Afgreiðsla á tillögu, bæjarfulltrúa B-lista samþykktu, bæjarfulltrúa D og S-lista kusu á móti tillögu, fulltrúar M-lista sátu hjá. Tillaga því felld. Afgreiðsla á málinu, bæjarfulltrúar D-lista og S-lista leggja til að vísa málum 1814 og 1815 aftur í bæjarráð til umræðu. Tillaga var samþykkt samhljóða að vísa málum aftur í bæjarráð, öðru leyti fundargerðin lögð fram. Mál nr. 19, bæjarráð, fundur nr. 193, tók til máls MSM og DB, afgreiðsla lagt fram. Mál nr. 20, framkvæmda og skipulagsráð, fundur nr. 76, afgreiðsla lagt fram. Mál nr. 21, ferðasafn og menningarráð, fundur nr. 41, tók til máls BJS, AKG, AGA, afgreiðsla lagt fram. Mál nr. 22, hafnaráð, fundur 34, tóku til máls MSM og AGA, afgreiðsla lagt fram. Mál nr. 23, ársfundur þekkingarsetur Suðurnesja, afgreiðsla lagt fram. Mál nr. 24, samband íslenskra sveitarfélaga, fundargerð 2006, afgreiðsla lagt fram. Mál 25, samband sveitarfélaga Suðurnesja, fundargerð 2006, afgreiðsla lagt fram. Mál 26, Kalka sorpeyðingarstöð, fundargerð 2006, afgreiðsla lagt fram. Brunavarnir Suðurnesja, fundargerð 2006, tóku til máls AKG og HH, afgreiðsla lagt fram. Mál 28, samtök sjávarútvegssveitarfélaga, fundargerðir, afgreiðsla lagt fram. Mál nr. 29, ársfundur MSS 2006, afgreiðsla lagt fram. Mál nr. 30, heilbrigðisnefnd Suðurnesja, fundargerð 2006, afgreiðsla lagt fram.
fyrir. Takk fyrir þetta, Jóna. Þá er búið að lesa upp fundagerðina. Er ykkur með athugasemdir? Ef ekki, þá bara leggjum við fram til staðfestingar undirritunar. Og vil ég þakka fundarmönnum fundarsettuna og segi fundist litið klukkan 20:58.